Það ekki þinn inni, eða? Halló. Tvö. Já, það góður. Herri, við erum bara live. Geggjað. Live from Síðumúli. It's that time. Herri, 15 lótan heilsa okkur á fallegum vikudegi, svolítið seinna á ferðinni. En vanalega, það voru alls konar... Nonni þurft að kúka. Herri, já, það er vissulega rétt. En þú ert nú engill í þessum málum samt, sko. Jú, ég kúkaði á hann kom. Já, einmitt, og þess vegna komst það seint. En við erum ekki hér til að benda kúkaputtunum. Það ræða hæður okkar. Já, þó það séum við semlega alltaf góðar. Takk séu hollu og góðu mataræði. Mitt. En herru, shit. Það var svakalegt síðustu helgi. UFC Notji á blaði var ekki mjög spennandi, þannig að sé. En my god, það tilifraði. Já. Svo dagur 2 í bikarmóti HNI sem haldur verður í Vappi C næstu helgi. Hús opnar 1. Það næstu helgi. Opnar hús ekki 12 og... Já. Hús opnar 12. Fyrsti barða 1. Já, fyrsti barða 1. Nákvæmlega. Það Hekla Friðriksdóttir frá Reykjavík MA. Hún að berjast í Preston. Hekla myndir, eins og þekkt út í Englandi. Betur þekkt sem Hekla myndir. Og svo hérna Íslandsmeistaramótið í GÍ haldið á Akureyri. Já. Í húsakynnum BTC Atlantic. Það mitt. Hvernig, hefur þið heyrt eitthvað skráningun á þetta mót, svona það sem þetta haldið á Akureyri? Nei, ég hef ekki heyrt þetta skráninguna, sko. Ég held að þann síðastri vissi, þá var allt lokað á smoothkomp og opnast ekki eiginlega fyrir kannski deginn fyrir, 2 dögum fyrir, þar sem það komin pörun og eitthvað. Já, en hvernig svona hljóðið eins og hjá ykkur upp í Reykjavík MA? Eru margir á leiðinni á móti? Já, það eru allan einhverjir, sko, menn eru svona að ræða sig saman í bíla og Airbnb og svona dót, sko. Okay. Þannig ég veit eitt svona fighter house. Okay, nice. Þar sem að það verður einhverjir 5 saman, svona eitthvað. Glíma. Það verður svona einhver glímugengi þar. Þannig að ég er búin að taka til því, sko, að rosa vel mætt í alla GÍ-tímana. Það eru einhvern veginn, þú veist, ég tók hérna no-gi positionals áður fórum í tökur, sko, og það var svona heldur lítil mæting, og svo horfum maður á liðið sem er svona komin í gallan, skilur. Það bara, þú veist, 3-falt magn, skilur. Bóstins hverju voru no-gi. Þannig að maður sér að það er klárlega stemning fyrir þessu, sko. Þannig að það er virkilega spennandi, en það er ekkert UFC næstu helgi. Nei, einmitt. Ertu eina af þessum helgum? Já, ertu svekktur? Já, ég misti af þessu UFC núna helgina, sko. Já. Því ég var bara eitthvað í sumbústað og eitthvað. En ég horfði á einn fight í sumbústaðnum á hana Alice Pereira mína. Já. Sem var að debjúa. Já, og tapaði. Já, en það þarf oft bara eitt svona reynslt af byrjun, sko. Þú veist aðeins að svona... Já, flesti krömblaði í byrjun, sko. Já. Bara ef þú ert ekki mentally strong, þá krömblar í byrjun. Já, líka bara góði fætir að tapa mjög oft í fyrsta fæti, sko. Það þekkist alveg, sko. Já. Og þetta er bara svo stórt stökk, fattar við. Hún er bara búin að dominate og taka bara allar gellur út í fyrstu lótu þarna í Brasilíu. Já. Og núna bara stórt svið og komin þarna til Bandaríkjanna eitthvað. Já. Hvað var þetta? Jú, þetta var í Texas. Það var Texas. Það er sko einhvern veginn að halda svona Mexiko's Noche kvöld í Texas. Já, er ekki bara næsti bara við svona, já. Jó, næsti bara við. Ég held að sé, sko, í svona borgunum í Texas, þá er þetta mest allt Mexikoar í dag. Einmitt. Þeir lögum samt í gegnum landamærin. Já, ég held að sé, sko, það er meira bara svona heilu samfélögin í, sko, ég held að sé bæði í Texas og bara í Kaliforníu. Sem að, þú veist, það eru bara heilu hverfin sem tala bara spænsku, ekki ensku, sko. Já. Og þú þarf bara að kunna spænsku og vilt geta keypt þér rjóma út í búð, sko. Já, El Crimos. Þetta væri nú ekki erfið kaup. En það er vist rétt. En ég ætla að svekja það meira, heldur en bara Alice Pereira. Conor McGregor hefur ákveðið að verða ekki forseti Írlands og draga framboðið sitt tilbaka. Já, en Ilia Topuria, hann hermir alltaf eftir Conor. Já. Hann var eitthvað að tala daginn, hann sér alveg fyrir sig að vera forseti Spánar einn daginn, sko. Já, sér hann það fyrir sér. Já. Bara af hverju ekki, hann er... En hvernig er ekki einhver kongafjölskylda á Spáni, eða? Er bara fórsetið það, eða? Nei. Nú er ég að svo hrikalega lélegur... Ég held að, eru þeir ekki bara með svona kongaþing? Nú bara hef ég ekki hugmynd. Já, ég held að sé konungsfjölskylda. Já. En þingið, þú veist, með valdið.
eins og er í Breitlandi þetta einhver svona bara svona sýnistitill haldi hefðir þetta svona eins og með Svíana þú veist, þingið ákveður að gera brú eða eitthvað til Danmerkur og fyrstur til að fara yfir brúna alltaf kóngurinn og þannig eitthvað svona sem heitir þetta tekur fyrstu skóplustunguna á nýja spítalanum jöfla hoppaður á þetta er svona þetta er oftast svona Svíþjóð, maður talaðu Svíþjóð og Mexíkó vissur að bara the Mexican government fara að vara íbúana sína við því sko að ferðast til Svíþjóðar Svíþjóð sé svo hættulegu staður og Mexíkósku government voru að gefa út einhvern svona bækling eitthvað svona 16 ráð þegar ferðast til Svíþjóðar bara að fela skarkgripi og eitthvað svona dót sko áhugavert en það er einhverju svæði í Svíþjóð sem er orðin bara mjög hættulegt segi og ég var að hlusta okkar podcast daginn og Luton í Englandi eða London er orðið eitthvað svona er bara þekkt sem eitthvað svona er bara á hryðjuverkalista yfir eitthvað svona hryðjuverka hotbed við vorum í Luton daginn maður alltaf fljúið til Luton ég var bara eitthvað að taka eitthvað local strætó á eitthvað ég mitt sko tók rútu frá Luton til Milton Keynes og svo tók ég local bus í gegnum allt Milton Keynes að lestastunum þar og þú veist þetta var alveg 20 mína strætó og eitthvað ég fór í gegnum allt hverfið ég sá hvergi hvíta manneskju þetta var svolítið bara eins og að vera komin einhverstað til Afríku og Asíu eða eitthvað þetta var bara ekki eins og að vera í Englandi sko. bara ekki ein hvít manneskja ég verður að sé svona 200-300 manns á minni leið þannig gegnum Milton Keynes sko. Þetta var mjög skrítið þetta er svona skrítið, ég man að ég gisti þarna einhvern í Wembley hverfinu ekki einn hvítur maður bara ég fór á einhvern indverskan veitingastað og hann bara væri þú til að setjast innst inn í veitingastæðin back of the bus og bara helst ekki sjást en það voru náttúrulega englendingar núna helgina stærstu mótmæli í sögu Bretlands 3 milljónir manna talaði að hafi verið saman komið þannig að mainstream fjölmiðlar er að reyna að segja eitthvað cirka 100.000 manns komu saman eitthvað eitthvað svona öfgahægri nazistar, nýnazistar eitthvað, en svo var þetta bara annar hver maður í London greinilega og greindi rigning og allir bara 3 milljónir manns sýnir hvað þetta mass migration er komið úr böndunum hana það er mikil menn er eitthvað ósættur út úti en þetta er ekki mass immigration þátturinn Silfur Egils þetta er ekki útvarpssaga og þetta er ekki maðurinn nefndur og heldur ekki eina báti þetta má lengi telja hvaða þáttur þetta er ekki þetta er hins vegar 5. lótan bardaðþátturinn með miklu ef að byrja á bara UFC Noche mér tókst að horfa á 4 bardaða allt í allt ég horfa á Alice Pereira live svo var ég bara í einhverju bústaðstemmingu og gæti ekki horfa meira en ég horfði í dag á alla 3 bardaðana sem við settum á MMA frétta special parið okkar og þetta var ekki langt frá að lenda maður djöfullinn maður það hefur svo gaman að við lendum að öðru röð hver ætlar að vera með 3. helgin í röð þú veist ég var alveg byrjar að selja þetta í hausnum á mér sko. ég var alveg svona byrjar að vinna í pitchinu til hlustenda en við erum búin að hitta sko 5 veðmál af 6 það er samt gott rekord við setjum alltaf bara 3 menn geta ákveðið að setja bara singles bara 1 hér og það er búin að hitta 5 af 6 eða setja þetta á seðil menn bara stjórnaði hvernig það hægraði penningunum sínum en ef að byrja á Diego Lopez á móti Diego Silva ég sko, Gene Silva segi ég kom með hot take í síðust þætti að Diego Lopez hafði enga leið til að taka niður hann var ekki lengi að því maður en hvernig gerðist það aftur? Sko í fyrstu lótu þá reynir Gene Silva eitthvað svona spinning kick og ég brjálaði sko að því að Diego Lopez er ekki með góða leið til að taka niður Gene Silva nema hann er ekki með svona blast double getuna hann er ekki með hana nema ef Gene Silva ákveður að snúa sér og bara snúa bakinn í hann og allir eru búin að gleyma að Diego Lopez þjálfaði Alexi Grasso í svona 3 mánuði í að gera nákvæmlega þetta move þegar Valentin Shevchenko snýr sér við fer spinning kick þá þú hoppa bakið á henni og sökkva inn í naked choke svo kemur fucking Gene Silva og bara heyrðu ég er með smá ráð gegn Diego Lopez sem að þjálfaði þetta move í 3 mánuði með Alexi Grasso þegar hún vann títilinn og bara allir vita ég ætla að reyna spinning kick og ég bara
af hverju sá ég þetta ekki koma en hann var viðurlega svektur það kom fréttin MMA-fréttir þar sem að Gene Silva var búin að opna sig og það tjá sig dæmi skilur og hann eitthvað, já, herri, ég hendi gameplanum út gluggan og ákvað bara slást og bróla á eitthvað það er vissilega það sem hann gerði sem er svolítið bara það sem hann er það er svolítið það sem hann er, sko, greinilega en þetta er svona eitthvað veikulegur í honum hann lét tilfinningarna sína hann var ekki nógu svona methodical hann var of mikið bara þú veist, í einhverjum ham og þú veist, hann langar að gera eitthvað flott og skemmtilegt og þú veist, hann er ekki að kannski vantar bara smá hræðslu oft finnst mér það að gauðra svona of peppast og eitthvað svona, það vantir bara smá hræðslu ég held að bestu fætararnir þeir eru með hræðslustíð rétt stillt einhvern veginn ef þú ert bara þarna inni og þú veist eins og hann er bara hérna gera eitthvað svipu og öskrandi og eitthvað þetta er bara aðeins svo mikið þú veist, bara aðeins reyndu að finna þetta en hann ótta í þér líka ég held að þegar það vantar óttan þá gera menn mistök sko. Já, það er rétt það maður er hræddur á ástæðu já, einmitt ég myndi klifra utan á fullt af byggingum til dæmis hátt upp í lofti ef ég væri óttalaus skilur en ég verð hræddur ekki lengi þegar ég komið ekki langt upp og fuck it maður I'd rather live en það er ágæðið teik skilur en Gene Silva klúðurar málunum í bæði skipti sem hann tekur niður í seinna skipti þá ákvað hann bara að swinga ekkert eðlilega hart og bara overextenda hægri hendina sína og bara dettur heila bara í gólfið og maður er bara gaur af því þegar hann er standandi eins og við sögðum að þetta myndi fara þá er hann að lenda miklu harður högg þú veist, hann setti Diego Lopez bara on skates bara the fucking chin á Diego Lopez front kick to the face hann bara áttalega it's nothing sko já, nákvæmlega en talað að gera sko flotta hluti Gene Silva var alveg að gera flotta hluti þú veist, þetta uppspark sem hann notaði bara sem svona uppercut í gegnum miðuna það var drullu flott það var vel sett upp hjá honum og það er bara, hann hefði getið bara spilað hennar leik og unni börna og hann líka bara, hann datti bara geðið eitthvað flæðið hann í annar lóti og kannski bara svona, þú veist hann datti það gott flæðið, hann var bara að lenda alls konar höggum og kannski aðeins og opeppaðist og þór svona, þú veist svona feir svona bara svolítið að hlaupa eftir hann þú veist þannig að það er bara að gera það eins róleira þá hafði hann bara verið með þetta og hleypur inn í sama úlbó og hann var búin að reyna að ná Diego Lopez með heil lengi hann reyndi sinn snúningsúlbó held í 4 sinnum og Diego Lopez var bara having none of that shit en svo kemur bara Gene Silva hlaupandi og Diego Lopez bara snúningsúlbó sem vel gert en sko ok, maður dönga á Silva að vera súrið því að hann hef ekki klárað bara það hann gefið að við tippuðum og sögðum fólki að tippa Diego Lopez er þá vantilega ennþá einn af þeim hættulegri í fjæðavíktinni já, klálega það bara og þú veist, þetta er auðvitað besti grapplerinn í fjæðavíktinni já og ef hann getur bara tekið menn niður þú veist, þá þú veist, getur hann orðið champ ef hann getur tekið Volkanovski niður, þá heldur hann getur unnið á Volkanovski núna, ég held að Dana White sé svolítið smá pirraðara því að þú veist, Volkanovski móti Gene Silva ef Gene Silva hefði unnið hennar bardaga það hefði verið næsti fight og það hefði verið bardagi sem væri mjög auðvelt að selja á meðan að núna svona ok, þá bara Diego Lopez aftur í title fight sem var eiginlega bara svolítið dominantað síðast eða kannski ekki dominantað en meira bara svona það voru svör við öllu þú veist, Volkanovski var með svör við öllu sem hann reyndi þannig að svona hvað var að stöðun í deildinni þá er óslega leiðilegt að Diego Lopez að unna eiginlega af því mann langaði að sjá Gene Silva fara í næsta title fight en af hverju ekki bara Diego Lopez? og það því að hann var svo samfærandi framistæði hjá Volkanovski síðast já, byrði Volker ekki komið með staðfestan bardaga? Nei, ég held ekki þannig að, maður svo, hver er number one contender eins og er? Það er bara Diego Lopez held ég sko, okkar maður, Jón á spjallinu, segir, mark my words Diego Lopez í kapsi þannig að mark my words, Diego Lopez er næsti featherweight champ ok, ég get alveg trúið, sko já. Hérna, getum við spurt Jón hvaða Jón þetta er? Hvaða Jón ertu, Jón? Hvaða manna ertu? Hvaða Jón er þetta? Þetta er bara eitthvað Jón þetta er bara Jón þetta er bara Jón já. That's a man I can trust Jón eins og ég treystir bara Jón eins og honum einmitt. Jón er það besta við miljón það hef ég alltaf sagt áhugavert sett þetta í rappið þitt hérna hver er number one contender í hérna rankings? Það myndi bara vera Diego Lopez það lítur að vera, maður sjá, ég er með þetta hérna nei, Mosa Evloev, hann er nummer 1 já, ef að Mosa Evloev gæti unnið Volkanovski
Diego Lopez gæti henni Monster Evloef af því að Diego Lopez mætti náttúrulega Monster Evloef og næstum því vann hann. Já, var það debut hans? Já, var það ekki? Hvort það var ekki hann? Já, var það ekki debut? Það getur verið. Var það ekki tapað hann ekki debutinu sínu og vann svo allt eftir það? Allt eftir það. Já, þá hann bara krúsaði. En hann stóð sér það vel á móti Monster Evloef að fólk var bara heiða þessi gæla mann henni bara það. Já. En þannig já. Hann slasaði Monster Evloef eitthvað. Nei, hann reyndi eitthvað fótalás á hann. Monster Evloef var svo liður að það virkaði ekki. Nú þetta alltaf rifjast upp fyrir mér. It's all coming screaming back to me. Þannig ég held að Diego Lopez geti að þú orðið champ. Já, maður sá bara fucking kontróli sem hann hafði þegar hann tók hann niður í fyrstu lótinni. Svo ég var svona að meta, er þetta 10-8 lóta? Engin dómari sér þetta þannig. En samt, hann bara með algjör kontról á honum, hann bara mántar hann, heil lengi ón á honum í mánt og að negla þessa 12-6 olbúa, hann köttar hann í drasl. Gene Silva gerir ekkert að viti í þessar fyrstu lótu, má ekki alveg gefa 10-8, að þú væri eitthvað reiður út í dómara fyrir að gefa 10-8 á svona lótu. Já, mér finnst það alveg ótrúlegt. Það? Já. En þetta alveg fullt af damage og fullt af kontról og ekkert tilbaka. Í einhver tíma, skilur við. Þetta var hvað, svona miða hálfa lótu sem hann fyrir í góði. Það er samt með, back and forth hálfa lótu, svo dominandi hálfa lótu, það er ekki 10-8. Það er bara, Misa in trouble. En Gene Silva en líka bara út að kötta hann svo mikið kötta hann á hausinn hann með olbónum sko. Já, en hann stóð sér ógeðslega vel að standa upp hann bara, sko mér fannst það ógeðslega fyndið hver var aftur að dæma hann bara var það man ekki en mér fannst dómarinn vera ógeðslega tilbúinn að stökkva inn og stöða barðaðan versus hinir dómarinnir þú veist eins og í Martínez barðaðanum í Jared Gordon barðaðanum og fleiri börnum, það sem dómarnir voru rosalega slakir, sko, mjög góðir en leyfum við börnunum að halda rosalega lengi áfram af því að, smá hot take mér fannst það pínu early stoppage að því að, þú veist og þetta voru líka, mér fannst það líka bara back of the head strike, sko, hann í lokin, sko já, þú sér það líka á hausnum hans Gene Silva, að því að hann postaði story eftir þetta, það sér það alveg að hann er með mús aftan hausnum en mér fannst late stoppage í einum fight líka við getum alltaf gangið dómarna en mér fannst late stoppage á Alexander Hernandez og Diego Ferreira hann var búinn að hitta hann alveg hann kýldi hann það vel niður hann bara svona datt beint aftur fyrir sig og svo var hann búinn að hitta alveg nokkrum góðum ground strikes og maður sá alveg að hann var out of it og við vorum bara að bíða eftir að tvö í viðbót myndi lenda clean og þá væri hann alveg out og hann lendir alveg einhvern sexy viðbót á að dómarinn loksins stoppa þetta og Diego Ferreira, þetta er eitthvað fertuðu gæði sem er að taka síðasta fætin sinn og það er bara að spara honum svo mikinn heilaskaða hann er bara að taka jafn mikinn heilaskaða þarna og hann tók bara allan ferilinn sinn liggur við meðast allan allt og mörg strikes sem maður sá alveg að þetta var búið og hann bara svona, já, við skulum bara bíða þangað hann er steinrótaður mér finnst það svo mikið óþarfi þú sérð alveg þessi bardagi búinn mér finnst það bara, ef bardagamaðurinn færi þessu upp á við og hann er að vinna sig í betri stöðu þá þarfst ekki að gera það mér finnst bara að ef hann er að vinna sig upp á við og hann er að geta eitthvað ground and pound og svo plompar hann niður stoppa þetta bardagan þá en eins og með Gene Silva hann liggur svona einhvern veginn á öxlinni ekkert svo langt frá búrinu og þar fyrst skilur að velta sér yfir svo byggja base og eitthvað og Diego Lopez er bara þungur á honum og það tekur bara svolítið tíma að koma skriðþungunum af stað þannig að mér fannst það rosalega early stoppage gefið að hann er bara að rúlla og reynir að fara standu upp hann er að vinna, hann er intelligently advancing hann er svona smá out of it sko já, þú veist hann bara en já, ég er alveg sammála sko ég náttúrulega sá þetta ekki live ég fór inn í eina bardaga í dag horfandi á hann vitandi hvernig hann fór ég get lofað þér að þetta lítur alveg eins út í endursýningunni já, en þú veist, ef þetta hefði verið live og ég hef með pening á þessu ég hefði örugglega verið bara eitthvað, hvað er þetta að stoppa þetta, þú veist ég hefði örugglega verið meira móti já, ég svona purtið frá peningunum þú veist, ég dreg bara línuna þarna, skilju, eða þú ert að leiðinu upp ég dreg alltaf sem í línuna og þarna var, ég mun alltaf gagnrýna dómarana þegar ég gerir þetta já, það er svolítið rétt, sko en núna eru ekki 4 fighting nerds búin að tapa í röð Prates jú, Prates sótti eitt sigur í middeltíðinni náttúrulega Jeff Neal en þú veist fyrir það tapa hann á móti Gary þannig að þeir eru allir búin að fá eitt núna tap á haus sko nerds the fighting nerds curse is real það er svolítið
það svolítið staðan sko. Nördabölvunin en já, ég myndi samt ekki afskrifa neitt en ég held að allir að þeim gæti orðið champ Mér finnst bara eins og þau séu svona aðeins of game stundum Gene Silva var aðeins of game í að bróla Ciao Borrello var aðeins of game í að þú veist, fara í eitthvað svona side mission í miður kampi og kötta niður weight og eitthvað svona aðeins of game í eitthvað svona side quest vitleysu og bról vitleysu og þú veist, Rúfi átti náttúrulega aldrei sen sem að Benoit Saint-Denis og hann bara gæssanlega smókaður ég held samt að hann geti alveg komið sterkt tilbaka það bara að vinna svolítið í glíminu sinni og þú veist, hann með talent til að vera alveg stjórnstæðan sko. 100% en skrítið hvað þetta brasilíska gym mikið striking í gym mér finnst eins og enginn að þið sé eitthvað svona sérstakur í glímu nema að sjá bara já hann hefur sýnt góð glímið þetta já, ég held ég aldrei að horta á Ciao Borrello og verið bara eitthvað oh my god, the wrestling, so great hann alveg söpma menn sko já, það getur alveg verið herru, en burtsið frá því það var þetta Fight of the Night og Performance of the Night þannig að það var Fight of the Night bónus við heldum að það var í liðin tíð það var samt fyndið sko ég var alveg svona þú veist, eins og bara maður horfur á David Martínez maður er ekkert alveg maður er Rob Font, maður er ekkert alveg Fight of the Night Rafa Garcia, Jared Gordon maður var svo, þetta Fight of the Night kemur Gastelum, mótið Dustin Stolfus maður verður að Fight of the Night þetta voru bara geggjaði fætar ég er ekki búin að sjá Kevin Gastelum hann hann var favorite en ég einhvern veginn svona mér fannst það að vera jafnara heldur en eitthvað eins og stöðlunni var gefið til kynna sko. Svo sá ég Kevin Gastelum misti weight sko by 5 pounds ég bara skil ekki litla blaðran sem hann ég skil ekki Dustin Stolfus og bara segi ekki bara fuck that shit sko. Gaurin er bara engin virðing fyrir leiknum minna þannig að alltaf að missa weight búin að komin aftur í middleweight og missi samt 5 pund þú veist hann bara nennur því ég held að sé bara að drekka bjór og stöndu en tökum við þetta í smá röð David Martínez sem er Rob Font David Martínez var að berja sinn annan bardaga og við náttúrulega rönnum tape study fyrir hennar bardaga og við svona spáðum fyrir því að hann myndi vinna Rob Font gefið svona kardibakkgrunun distance control og aldurinn á Rob Font þetta var kallað super upset ég var bara hætt að sá ég og nonni fyrir já þetta var bara mikið rætt og diskuterað og við tipum allir á David Martínez ég myndi ekki kalla það super upset þú ert með svona smá innsægi inn í bardaheiminn það var fyrsta sem ég sá á Instagram eitthvað síða, super upset David Martínez wins Rob Font já, þetta var ekki super upset nei. En sko, mér finnst sumir Amerikanar agalega vitlausir ég skil það samt alveg gauður í öðrum fætinu sem á formúti Rob Font sem bara, þú veist, búin að hanga með bara öllum hann í bantamweight bara núna í mörg ár og þú veist, alveg knockout power í þessum gæja og bara, ég skil alveg hann hafi verið favorite sko, en þú veist bara David Martínez, maður sér þetta star quality sem þessi strákur hefur sko maður sér talentið sem hann býr yfir og líka bara hungrið í honum og þú veist, bara fucking, hann setur allt í höggin sín og bara, þú veist, þetta er virkilega spennandi gæi þetta getur verið champion sko já, þetta er langmest spennandi kann ekki bantamweight þetta er langmest spennandi nýjasti bantamweighti í deildinni og hann verður rangt mjög brálega ég meina Rob Font var nummer 9 að 10 eða ekki og hann er bara í öðrum fætunum sinum bara, Rob Font, nummer 9, ekkert mál buffar hann, klára hann næstu getur við aðeins rætt hennan dómara skandala sko, náttúrulega, ég held að það sé bara svo mikið læti í salnum og þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er búið að vera geggjaða bardagi og þú veist, og Martínez er svolítið taka yfir og droppar hann í lokinu og það er náttúrulega allt bara, þú veist, going crazy í húsinu og þú veist, fokkin þokulúðurinn sem er notaður til að láta vita bardagins í búinn að dómarinn heyrir ekki í honum og hann þarf að flauta tvisvar á hann að fattar og þú veist, og Martínez næri eiginlega bara að klára Rob Fontana eftir flautuna sko. Hann fær alveg svona solid auka 7 sekundur eftir að þokulúðurinn er bara bíp bara bardaginn í búinn, skilur við Martínez vinnur hann bardaga á decision en hann fær bara auka 7-8 sekundur til að klára hann bara í gólfinu þetta var nettur krummi Will Bean nett þannig case smá þannig moment sko en greið og ekki Mark Goddard sem var dómari hana hann hefur verið bara þetta var mjög langa 10 sekundur en djöðs stemning í húsum bara ef við getum búið til það mikið læti að dómarinn heyrir ekki í þokulúðri sem er sko 3 metri burtu það er bara
það ótrúlegt en David Martínez með þannig geggjaða stíl það sem ég fíla við hann hann svona annar bardaðan eins og UFC hann 13-1 sem MMA bardamaður en maður sér klárlega svona hvað hann vill gera hann striker hann með fína svona defensive standandi glímu af því að ég held að hann nenni ekki dett í gólfið sko og það sem hann gerir svo vel bara þegar hann pressaður þá bara bakkar hann með geggjur gott distance control og ef þú pressar hann nóg mikið þá veistu hann að fara að countera þig með bara harðri hægri og þessi hægri, þetta svona þetta einhvern veginn svo snappy overhand hann ekki svona sveiflinn eins og sem ég gera þetta einhvern veginn bara svona eins og straight right en samt einhvern veginn svona overhand dreifing sem bara svona sjúklega snappy 100% en svo þegar hann er búin að bakka og þú heldur að fara að pressa þá veit hann einhvern veginn bara nákvæmlega hvernig hann er komin að búrinu og þá byrjar hann að hjóla í hringi og hann að þú ert bara oh my god eitthvað og ef þú heldur áfram bara að rush pressa hann þá ertu í þessari snappy hægri counterhendi allan tíma og sem að Rob Font fekk alveg að finna fyrir nokkuð skipti og svo ef þú stendur bara fyrir framan hann og bara ok, hey, hvað með bara við svona stöndum á móti ykkur öðrum og eitthvað og þá er hann bara fucking negla í þig bara þú veit ekki standa fyrir framan hann af því að hann er að fara að koma með mjög snappy spörk með bara mjög góða undirstöðu bara mjög fljótt, snappy og getur komið hvað sem er og hann líka bara setur hluti svo snirtilega upp eins og það var snemma í barðan þá er hann svolítið að nota svona sidekickið það sem að þú gerir sidekickið þá setur svolítið svona þungan aftur í fótinn og hann gerir svona sidekick svo setur hann þungan aftur í fótinn og kemur svona overhandið þannig að þú átt svo mikið vona á einhverju sidekick niðri smell hittina þið uppi með overhandinu mjög skemmtileg stíl hjá honum já, hann er klár svo þú veist, Rob Font með svona pressufætir og hann kannski bara, ég er eða svona mikið orku að vera endur á stílu við svona pressu og þá kannski bara skýtur hann í clinchið bara svona aðeins að stokka þessu aðeins upp herri, tökum bara 20 sekundar á clinchi ég bara neglaði uppbúrið, pota aðeins bara pota, svo bara út aftur klókur já, bara klókur, bara rosa mikið bara svona þú veist, bara þegar þú ert bara orðin of comfortable í pressunniðinni og hann er ekki að lokka þig neitt og bara, clinchum aðeins, brjóðum með dansu hann er bara rosalega klókur og ég fíla hann gæja alveg í döðlur ég ætla ekki að segja að ég myndi sko hleypa hann upp á mig af því að það Diego López fær þann heiður já, ég lendi í smá hérna daginn en einhver maður fór upp að þig nei, maður sem bauð mér á date ok, kekka hvernig kom það til? ég er náttúrulega sko dansnámskeiðinu nei, við erum bara verið svo grimmir á Nigo við erum náttúrulega bara verið í Nigo-programminu og ég ætla að posta í story eitthvað, ég er að bífa við fólk og eitthvað þú ert aldeilis pikandi fæt bara við alla ég er náttúrulega sko, ég er bara verið að lifta með Nigo styrktarþjálfur núna í smá tíma bara komin í rosalega gott form og eitthvað og það er bara hérna samkynnaða samfélagið er farin að taka eftir okay. Þannig að hérna mér var bara mér fallega að búa á date af svona stórum skeggjum manni bara leið og downloadaði Grindr þá bara ringdi upp á hann ég veit ekkert hvað að gerast það var mjög skemmtilegt en ég þurfti að aftaka það pent ég bara hvað var bara að slæta hann bara í DM já, þetta er bara geggjað ég væri til í það maður en er það ekki bara þú veist, EcoBoost alveg eins og þegar að gælla sem þú hefur ekki áhuga á reynir við mann þá er það alveg svona, já, þú veist takk fyrir takk fyrir pent nei, ég lendi aldrei í því nei, það er bara strákar en þannig er það herru, að sjá hérna talandum hérna samkynnaða menn þá ætla ég að minna á að þátturinn er sjálfsögðu búið mínigassins heima allir barndæðþátturinn ef það er stór viðbörð framöndan á góðum tíma þá veist hann sýndir í mínigarnum Golden Ticket, Gate Steel eða bara UFC á góðum tíma þetta er allt sem að sýnt í mínigarnum mínigarn.is/viðbörðir eða bara góði bóksbardagar við höfum verið að sýna bóksið við höfum verið að sýna UFC Saudi bóksið það er Riot season framöndan skils mér þannig að við þurfum að fara hérna neglu niður eitthvað dagsendingar við vitum ekki alveg hvort að barðan er heklu ná á skjáin því það, ég held að sé sko Chelsea manni og eða eitthvað anskotin á sama tíma sem að gæti hérna verið aðeins vinsalla og sjálfsög ef þið langar að byrja að æfa barðaðíþróttir þá er Reykjavík MMA svarið 9 námskeið hverju mánuði allar upplýsingar inn á rfkmma.is takk til skrifa að byrja að æfa Viðarhöfða 2 þetta er það sem að samkynniði menn minnum með á að gera já, fara að æfa hérna með skærustu MMA-stjórnur Íslands sem kennir grunnnámskeiðin já, Aron Leo já, heldur betur ekki þannig leiðilegt þannig að hérna
Get ekki beðið eftir að sjá David Martínez aftur. Rob Font, hvað hefur að gera á hann? Hann er náttúrulega bara gamall og hann er að færast niður frekar hann upp, þannig að spurning hversu lengi allan að halda þessu áfram. Þú veist, það er svo sem ekki framtíð í þessu, en ég meina, þú veist, paychecks, glory, það er ennþá eitthvað í boði. Gæti verið einhver svona top 15 gatekeeper. Gæti dottið eitthvað svona Neil Magny hlutverk á síðar árum. Já, hann er hvað, 38? Já, hann er ekki 38, minni það. Já, hann er 38. Þú veist, í mjög léttri vikt, sko. Já, þetta er erfiðast deildin, sko. Já. Þetta er dýfsta deildin, myndi ég segja. Já, þetta er líka bara að þú vilt ekki vera 38 ára bantamweight, sko. Nei, einmitt. Þú myndi sleppa í heavyweight. Já, einmitt. Já, ég held að sé allan ekki mikið eftir. En hann er alltaf skemmtilegur. Hann er með knockout power. Hann er með skemmtilegan pressure stíl. Hann er geggjaða boxari. Ég held að, sko, það sem kannski flestir horfðu framhjá í þessum bardaga er að, þú veist, þó David Martínez skipti stance, þá er hann predominantly southpaw fighter. Já. Og þú veist, Rob Font var ekki alveg ná að díla það, Rob Font er svo góður þannig að hann getur jabbað sig í færi á móti gæja sem stendur í sömu stöðu á hann einhvern veginn. En þú veist, þetta er allt annað leikur á móti southpaw, sérstaklega á móti southpaw sem er líka með þessi spörk og eitthvað sem að Rob Font er ekki alveg með. Þannig að Rob Font er alltaf einhvern veginn að vinna sig inn í, þú veist, færið sem er erfiðara og einhvern veginn alltaf auðveldara fyrir Martínez alltaf að stíga bara út fyrir og gera þetta einhver svona southpaw orthodox dansi. Frekar heldur en, þú veist, þegar að tveir í sjömans dansi geta komið aðeins nær hvorum öðrum og boxa aðeins meira. Það er það sem Rob Font vill gera. Var svolítið erfiðara að gera í þessum fæt, sko. En þannig ef að Rob Font, þú veist, fer í næsta fæt á móti einhverjum orthodox boxara sem er til í smá brawl, þú veist, þá getur þið fengið eitthvað geggjaðan fæt út af því, sko. Já. En ég held svona, þú veist, ef að Rob Font á að vera eitthvað að taka móti svona uppbrennandi stórstjörnum eins og David Martínez, þá er það ekkert að fara vel úr þessu, sko. Nei. Þá held ég að hann sé svolítið svona búinn með þetta kaliber dæmi, sko. Já, ég er sammálaður. Ég held að hann hafi líka bara mögulega best geimdur bara í einhverju svona boxi, bara eitthvað misfit boxing eða bare knuckle boxing eða eitthvað, skilur, bara fara að boxa eitthvað. Já, hann í bare knuckle boxing getur verið skemmtilegt. Já, ég meina, hann sagði gott sem aldrei í glímu, hann er ekkert að nota spörkin sín, hann er bara að til að kýla. Já. Bara, verður bara boxari. Þannig á þessum tímapunkti í ferðinum. En, já, svo veit maður ekki hvað hann er að hugsa. Herru, gaman að því. Rafa Garcia á móti Jared Gordon. Sko, ég misti þessum bara en Jared Gordon var fyrir bíl daginn áður. Já, og þess vegna var hann með knee brace. Já, og þú veist að þegar maður mætir inn í oktagonið með svona knee brace, knee hlíf, þú veist, eins og þú sérð alltaf á handboltaleikmönnum, þú veist, þessi típiska knee hlíf, þú veist að þessi gæi fokkt á því í hnénu. Þú veist, það er enginn að fara að mæta með þetta en man bara virkilega þurfi þess. Já. Og ég held, sko, ég sá ekki hérna bara það er þessi sem ég mista og náðu ekki að horfa á fyrir mig þátt, en ég held að Jared Gordon hafi átt að vinna þennan fætt ef hann hefði bara mætt þarna heil heilsu og hefði ekki orðið fyrir bíl daginn áður, sko. Og sko, fyrir manni sem mig sem er að veðja á þetta, ég er að leggja peninga veði, sko. Þú veist, getur ekki bara að cancela þessum fætt og bara live to fight another day og þú veist, það sem ég er ekki bara að setja peninga á þetta. Svo ándjóks. Og ég fór að pæla með, sko, parlayið, út af við töpuðum parlayinu og við settum Gene Silva og ég svona, ég hefði bara, veist, út af því oft hef ég ógeðslega mikið rétt fyrir mér en ég hef rangt fyrir mér með main eventið. Það er bara mjög oft þannig að það kemur eitthvað surprise í main eventinu og ég var bara svona, ég hefði bara sleppa main eventinu og hafa bara eitthvað sem ég geti unni. En þú veist, Jared Gordon hafði alltaf verið gæinn sem ég hefði sett inn í staðinn fyrir Gene Silva, sko. Þannig að ég hefði tapað þessu hvort það er. En ég held að Jared Gordon hafi átt að vinna þennan bardaga ef hann hefði ekki orðið fyrir bíl. Það er svo erfitt að segja nei ég er ósvæg ég sá ekki hennar bardaga þannig ég hef ekkert meira að segja, sko. Þetta var, gefið að þú ert ekki með hólbardagan þá er þetta frekar svona sterkt take hjá þér en þeir eru með, sko, þeir voru 100% identical, skilju. Þetta var bara þetta klassíska, bara lead with your left hand og power í hægri og þeir einhvern veginn báðir þannig, skilju, vilja báðir svona boxa í sömu, þetta er bara svona 100% svona mirror match þegar það kemur á stíl. Rafa Garcia fannst mér verið að standa sig örlítið betur svona heilt yfir en maður veit ekki, skilju að því að Jared Gordon er alltaf bara fögt inn hérna, skilju kannski er rétt hjá þér. Ég hugsaði það þannig að bara ef ég hefði vitað fyrir bardagan að Jared Gordon hefði orðið fyrir bíl eða þegar ég hefði séðan lappinn í hringinn bara með bara knee brace þá ég bara, Rafa Garcia allan daginn cash out. Já, bara abandon ship.
allan dag en ég veit ekki, þetta var svona tildulega jaft þannig til það var bara ekki jaft við minna að Rafa Garcia hefði bara smelt honum með góðri hægri og það hefði verið svona upphafið af endanum og Jared Gordon fekk alveg ógeðslega langan tíma til að recovera og reyna að standa upp en bara elbows en Rafa Garcia var í svona einu svona guillotínan næstu því og Jared Gordon sýndi svona freka góða jits takta að bara fórna stöðu og losa úr guillotíninu svo voru hann einhver söpstanna en þannig að þú veist hver var hættulegri Rafa Garcia var hættulegri og svo fekk Jared Gordon bara svona frekar léleg ráð frá hotnisinu í fyrstur út hótnans kemur, ég man ekki hvað dútin heitir síðhæli með fréttunar sem hann lúkar alltaf svo eins og nýji bassaleikinn í Metallica sá gæi man ekki hvað hann heitir en hann segir við hann bara þegar þú ferð inn, setur bara ennið í bringuna á honum þá hann ekki að hitta þig og þetta eru bestu höggin þín sem var galið dæmi að þegar Rafa Garcia var nýbúinn að smetla með 2 olbúum einmitt í þessari stöðu og Jared Gordon heldur svo áfram í annar lúti bara að vera refsað í nákvæmlega þessari stöðu þetta var bara eitt versta corner advice sem ég bara man eftir þannig ég bara það var ekkert að vinna með Jared Gordon bíllinn sem hann keyrði á hann var ekki með hann liði hotnið hans var ekki með hann liði heldur og hann bara solid sigur hjá Rafa Garcia en ég held að allir Mexikóðnir hafi unnið á þessu kvöldi, gæti það ekki verið? Herðu, jú, ég held það þeir voru, held ég 4-0 komandinn í main eventið sem var náttúrulega 2 brassar en Diego López náttúrulega ætlitur Mexikói, eða þú veist þeir eru búin að taka honum Kevin Castellum líka eitthvað svona Mexico eitthvað í annan fótinn sko þannig ég held að þetta hafi bara verið mjög gott kvöld fyrir alla þetta svo oft þannig heimamennir þeir einhvern veginn ég held að það sé gert viljandi favorable matchups bara eins og í París, bara allir frakkanir unnu og allir frakkanir eitthvað nú allir Mexikónir bara shit, þetta cancelaða MMA podcastið en það ótrúlega erfitt að segja til en að bara gefið að Jared Gordon var fyrir bíl en þú veist, grjótharður ég fíla Jared Gordon ég bara hef alltaf fílað hann ekki bara frá við kynntum svona mann á móti Paddy hann bara held segur á móti Paddy bara sjá gæði sem hefur staðið sér best á móti Paddy 100% og ég hafði mikla trú á honum í þessu svona, þú veist, mér finnst það bara flestir gerðu það sko, við getum alveg farið við fanmótin sko, þá veist flestir höfðu ég held að, þetta var sko 89% sem að kusu Gordon gegn 11% Garcia það voru allir á Gordon-listinni sko margir frekar svektir en ég held sko það eftir að koma betur ljós hversu skemmtur hann inn hérna sko því hann reyndi eitthvað spörk sem voru ekki samfærindir en reyndi eitthvað spörk en þú veist ef þetta alvarleg meiðsli þá það held ég svona frekar búið hjá Jared Gordon þú veist þetta svona hann var aldrei að fara eitthvað í 8 titlinum hann 37 ára lightweight og hvað eitthvað eins og við séum 9-7 en ég held, ef hann treystir sér í bardaga daginn eftir þá þetta ekki þannig meðsli að það sé eitthvað að fara að enda ferilinn ég held bara á þessum aldri þá viltu bara ekkert eitthvað svona auka bílslis og hún á allt hvað er hann gamall? Hann 37 ára 37 ára lightweight þú veist og svona kláraði með olbúum og svona þetta er ekkert alveg að hrópa húrra fyrir skilur þetta lítur ekki vel út hjá honum sko þannig að ef að Gordon berst aftur á þessu ári þá hugsa ég tippi gegn honum nokkurn veginn sama móti hverjum en ég ætla að elta þess að sögu betur hvað verður úr þessu hvað verður Galvin Gastelum mætti 5 pundum og þungur gegn Dustin Stolfus en what a fight ég setti Dustin Stolfus á seðil bara þegar var þú 3 eitthvað ég var svona 50-50 það var 50-50 fyrir mér sko en það var líka Stolfus tók fyrstu Kevin Gastelum aðra og þriðja var svona en þú veist endaði Gastelum veginn skilur bara fair en sko Justice Blaðra er Kevin Gastelum orðin meina gæinn er bara hann er bara svona bírkeng og þannig að vel gert í Dustin Stolfus og bara endast að sparka í maðan á hann sko huge target þú veist Gastelum lítur að hafa forfittað x mikið af persónu sínu til Stolfus 20% eða ekki svona reglan eða ekki svona reglan og svo var þetta svona þú veist
ég veit ekki, það er ekki hálfgeð svindl en bara svona, Gastelum bara svona vann hann niður einhvern veginn, saksaði bara á hann lenti ógeðislega þungum höggum snemma í annarri lótu sem að einhvern veginn slökkti svolítið á Stoltfus sem kom samt, vel tilbaka fóð svona blandinu glímu og eitthvað en þetta var bara geggjaða fætt en Stoltfus var ekki bara rétt með því Stoltfus var bara meira lamin þú veist, átt bara harðari högg sérstaklega eftir aðra lótu og var orðinn bara ragur þetta var orðið bara svona 2-3 býðið þegar Gastelum gerir eitthvað 2-3 og ef hann átti frumkvæðið á okkur þá counteraði Gastelum þannig að hann var bara orðinn vel ragur og já, hrættur það var svolítið þetta er fætt sem hann horfður á, eða ekki? Nei, þetta er einn aðeins mist á já, ok, hvað horfður þú ekki á þetta kart? Ég horfði á þessa 3 sem að við sem við ræðum á og svo hana elsku vinkonu mína Alice Pereira já, en ég veit ekki hvað ég á fjölur mikið þetta, ég er einhvern veginn svona Dustin Stoltfus er bara svona 50-50 gæi gamlega Gastelum vinnur en leit ekkert vel út leit ekkert illa út, skilur en líkamlega leit hann illa út og hann er greinilega bara það vantar upp á svona professionalism hjá hann já, þú átti ekki að vera að mæta bara þú veist, tæpum 3 kílóum of þungur á viktina í millivikt þú veist, í sko 2004. UFC-barðaninn bara come on, þú ættir að vera með þetta á lás 2015 með þess það er 1 no contest þá já, það er rétt hjá þér það var svona, ég veit ekki þú veist, þeir eru hvoru að fara neitt þetta var skemmt en eftir hennar fætt, sko, þá væri svona verður þetta fætt þannig þú veist, þetta hefði alveg getið verið fætt þannig eitthvað þetta geðið skemmtileg fætt það var svona, þeir voru niður svona báðir svona næstu búin að klára okkur annan og eitthvað það var dörðlega gott Kevin Gastelum á til að gefa manni skemmtilega fætt, sko já, þeir sem eru glástan fyrir því að það er ekki búið að kvætta hann það er bara óslega gaman að sjá hann Herru, Alexander Hernandez á móti Diego Ferreira fór þetta ekki svolítið Ferreira fyrst að geta svolítið mikið af höggum, var það ekki? Jú, þú veist, ég var ekki sáttur með stoppið því, sko ég fannst þær geta, hann hefði getað stoppað þetta langt áður, þú veist sérstaklega hann bara kýldur niður og hann detti bara beint aftur fyrir sig, þú veist, er basically bara svona, þú veist, næri ekkert að verja sig eftir það og dómarinn er bara býð eftir hann að vera steinrótaður og þú veist, mér fannst hann alveg geta einhver svona 5-6 of mörg högg hana já, ég held að ég sé sammálaðir já, svo var það var slæmt æpók í annar álötu líka svona kannski svona pínu snýru sig við en ég er sammála, sko, Diego Ferreira átminni mig svona 20 höggum of mikið, dómarinn gaf henni geðveikt mikið séns en þetta var ekki, sko, annar bardaginn hans Alexander Hernandez bara á okkur mánaða tímabili jú, það var bara 4 vikur slett síðan hann vann síðast bardaga og hann er á geggjuðu renni, sko þetta er bara 4 bardagir röð, hann vann Chase Hooper tók hann út í fyrstu lótu í síðasta bardaga og núna, þú veist, Austin Hubbard, Kurt Holobaugh, Chase Hooper, Diego Ferreira 4 vins í röð á undir ári þú veist, þetta er bara, hann er on a tear, sko hvaða gauður er þetta? Þú veist, ég skil ekki, þetta er ekki Alexander Hernandez sem við þekktum áður fyrir, sko nei, mitt, sem að, sko, tapa fyrir Bill Algeo, Damon Jackson, Billy Quartillo þú veist, og bara eitthvað Donald Cerrone Donald Cerrone Drew Dober og eitthvað já, þú veist, þetta er svona, hann er smá svona late bloomer, sko en já, þú veist, núna er hann detti præmisið, hann er 32 ára þú veist, búið að taka spúist hann hefur greinilega komið bara nokkuð ungur inn í UFC þú veist, hann debúar 2018 það er 7 ár síðan þú veist, hann hefur komið svo ágætlega ungur inn í UFC og þú veist, hann byrjar UFC-ferðin sinn bara á að taka Benel Darius út í fyrstu lótu hann er alveg búin að sýna okkur að hann er efni, sko en núna klálega bara komin á geggjörön ég er alveg búin að fá fullt að erfiðum bördum og læra fullt að leiðinni, sko og þetta er alveg gæði sem geti farið eitthvað, sko 100% Nei, þannig að hann gera geggja rönn í þessari deild þannig ég er svona þetta er erfið deild, lightweight en maður svona velti fyrir sig, þú veist, hvað hann fær næst en ég minna, hann lítur að taka sér pásu þú veist, ef ég var í Hernandez, þú veist, ætlar að berjast aftur á þessu ári búin að berjast 4 sinnum ég held að hann geta alveg gert það, ég held að hann geta alveg tekið desemberkart, sko hann tók ekki mikið damage í þessum barda, held ég veit ekki, náttúrulega, þú veist, það er bara alltaf þannig, við þekkjum það sem að æfum þetta, þú veist, ferði í eitthvað smá sparr og ég meina, það var engin lamin í klessu en við erum svolítið illt allstaðar, þannig að, þú veist, jú, hann hlýtur að vera eitthvað illt og þurfa eitthvað að jafna sig eftir þetta, en svona, þú veist, það var ekkert svona sem kom upp á, veist, hann tók ekki mörg þung högg í þessum fætt og ekkert svona þannig sem kom upp
klára þetta í annar lótu ég held að geta alveg bara halda momentumin going og ná einum fyrirlok ársins og þá næri hann, þú veist, 4. bardaganum á kalendar árinu ég held að þá væri við að tala bara contender fyrir Fighter of the Year sko. Kannski þetta var að hæra level, getur við sagt það Nei, ég meina Lupita Godinez, við gáum henni Fighter of the Year fyrir 4 sigra Já, ég gaf henni Fighter of the Year Dómar ekki eitthvað í einhverjum title fight sko. Já, en það voru margir ósammála það var eitthvað sem vildi segja Amanda Nunes á sínum tíma á móti henni að hún barðist einu sinni eða eitthvað og ég var brjálæður mér var heitt í hemsi en þetta er eitthvað, ef maður tekur eitt bara djúfabót og vinnur hann þá 100% þá getur það verið eitthvað svona Fighter of the Year contender sko sérstaklega ef hann fær eitthvað nafn sko Chase Hooper var að verða nafn hann endaði svolítið hæflestinast Chase Hooper sko stuðan Chase Hooper á sínum tíma var sko 1,15 eða eitthvað 1,2 1,15 á móti Alexander Hernandez sem bara pakka hann í fyrst rót en hann líka sko hann var alltaf með glímuna ég held að það sé svona gamall college wrestler með minn það en hann bara striker í dag hann bara geggjaði boxer í dag en svo ef þú reynir að glíma við hann eða eitthvað þá kann hann alveg hann er bara ok, viltu glíma? Cool. En í dag er hann bara svona á hjólinu striker hreyfir sig ógeðslega mikið og með svona aðeins að lokka en mér fannst hann svona þú veist, ég var að horfa á hann að ofti hann svona, Diego Ferreira var að pressa hann Alexander Hernandez bakkar og þú veist, hérna Diego Ferreira er svona, hann er að færa sig áfram er að hóta, svo svona hættir hann að hóta en er samt svona einhvern aðeins að færa sig áfram og þá finnst mann eins og að Alexander Hernandez ætti bara stígin og smetla mér finnst að koma svo margar þannig opnaðnir sem hann er ekki að grípa hann klára bara það hann hann bara counter hann basically, þú veist, hann stígur inn í pressuna með hægri og maður er svona, þú gætir verið búin að gera þetta ansi oft finnst mér, nema að hann sé svona viljandi að gera þetta ekki svo að menn venjist því að það komi ekki counterhug þegar það gera svo villu og svo þegar þú búin að gera þessu villu kannski 2 svar og að þeir aldrei refsað svo í 3. skiptið þá kemur bara counterhuggi sem er búið að vera á borðinu allan tíma það getur bara ölverið hann er búin að klára sér 2 bardaga og svo nákvæmlega sama right cross to ground sex það er bara sama uppskrift þannig að maður velti fyrir sig hvort það sé leikurinn sem hann er að spila en ég er að elska þessa upprisu Phoenixins sem að Alexander the Great Hernandez er og ég digga Alexander the Great Ape The Great Ape já, það er rétt sklæfur rétt litli apinn okkar svo er það svona bardaginn sem að mér var drullið saman Santiago Luna á móti Quang Li já, en betur var það ekki svo einhver jú, Santiago Luna fekk performance bónus kláraði hann já, það var bara í fyrstu lótu vinstri krúkur og fyrst var það eitthvað svona Quang Li virtist alltaf vera svakalegu móli og hann var favorite held ég já, með minni það en Santiago Luna bara spilaði bara í heldum síður spildinu og rótaði hann bara og fæði performance of the night bonus fyrir en ég hef enga super skoðun á þessum barða er þetta debut hann Santiago Luna? Hvort það sé ekki rétt? Jú, þetta er debut hans hann er náttúrulega bara ósigraður þetta er allt finishes meir og minni í fyrstu lótu og hann heldur upptökum hætti þá hann sé komin í UFC lenti í smá vesinni hana tíma alveg í byrjun en þú veist það var ekkert úr því þannig að Santiago Luna er kannski eitthvað mólið sem við ættum aðeins að fylgjast með en ég var ekkert eitthvað blown out of the waters nei, skilji Quang Li bara alltaf lagi fættir en Santiago Luna en ég meina þegar ég sá David Martínez berist að viðskipti þá var ég bara A Star is Born maður sá það strax en þarna er maður svona maður er svona ok, fylgjast með þessum þetta er mörg finishes og svona þú ert fljótar að komast inn í UFC eða finishes en svona remains to be seen við bara keep an eye on that one þetta er svona svo þýski bruggarinn í seinni heimsstyrjöldinni sem var það búið að tæma Ísland af öllum þjóðverjum þegar Bretarnir komu nema einn það var svona þýsku bruggari sem bruggaði bjór fyrir Bretana og þeir svona við fylgjast bara með þessum og hann má brugga þetta er 100% þannig hann má brugga og ég ætla bara að fylgjast með gaman að þessu er eitthvað meira á þessu karti sem að þeim var standa upp úr?
Nei, ég sá bara Alice Pereira hún byrjaði óslega vel og maður sé alveg hún með skemmtilegt striking sko. En svo bara, þú veist, það var svo mikil pressa frá Rendon sko. Og endanum bara reyndist það mikið fyrir hana og þegar það sko Alice Pereira skaut í takedown þá var maður bara svona, nei, þarna sýnduru að þú ert ekki inn í þessu lengur. Já. En hún gefur sterkt tilbaka, þú veist, það svo margir great fighters sem að tapa debutinu sínu og fara svo rönn eftir það. Þannig að ég hef ennþá fulla trú á minni stelpu. Já. My girl. Herri, eitt sem stóð upp úr var Zach Reese á móti Cedric Dumas. Herri, já. Það þurfti að bera hann af börum. Já. Og það var svo slæmt nutshot, hann gæti ekki staðið upp aftur. Já, það. Veitu, hver fekk nutshotið? Ég veit það ekki, ég sé bara núna ends in no contest, accidental foul, ground shot og ég man bara eftir að sjá þetta á kvöldinu bara eitthvað, had to be taken off stretcher, eitthvað. Já, ok. Ég veit ekki hvað það var. Sástu ekki hvort að gæði verið hvítur eða svartur? Nei. Það var aðeins að fá litaða sín aftur. Já, ég var náttúrulega bara eitthvað í einhverju bústaðaferð eitthvað, undir einhverjum áhrifum og bara sá þetta poppa upp á Instagram mitt og man ekki alveg eftir. Okay, en það þurfti að bera náttúrulega af börum, sko. Það ekki oft sem að not shot bara leads to a stretcher, sko. Nei, 100% ekki. Wow. Kannski það Já, og það stóð eitthvað, hann finnur ekki fyrir eitthvað, can't feel his right testicle eitthvað. Það dofnaði allir upp eitthvað, bara fann ekki fyrir því eitthvað, hvort það hafði kannski bara farið upp. Já, að því að sko... Og bara fann það ekki í punktun sinum. Þetta var eitthvað svona hella, sko. Já, ok, það getur verið, að því að ég siti hérna núna og ég finn ekkert fyrir hægra eistanum mín. Ekkert eitthvað svona hægri, check, vinstri, check eitthvað, þú veist. Kannski það bara farið bara back up og bara ekki verið í punktum. Já. Eða sprungið bara. Já, sprungið. Getum við googlað þetta snögt, eða? Já. Dumas, nut, shot, UFC. It's now Monday and so it still hasn't been what? It's now Monday and Cedric Dumas still hasn't been able to pee since brutal notch UFC 3 nutshot. Still hasn't been able to pee? Hann hefur ekki getað pissað. Dumas was stretchered out of the octagon, taken for medical evaluation, including a testicular ultrasound. Já, ok, sem hvað á íslensku, ultrasound svona, sónar. Já, eitthvað hannig. Sem ólita konunni nota til að leita börnunum sínum. Yeah. As of the last report, Dumas still has been able to urinate, Já. Injury was real despite some skepticism from parts of the public. Fólk bara, hann að fake þetta. Já, hann veit víst eistan sér. Hvar eistan mitt? Shit. Sálina sem hún finnst svo mikið að fara að taka lagið bara, hvar eistan mitt? Shit. Herru, hann vildi ekki no content, bla bla bla. Já, það bara, menn eru ennþá að leita að eistan hans Cedric Dumas. Já, það eitthvað. Já, shit maður. Já. Goddamn, það hefur verið vont nutshot. Þá maður berin út á börum bara, ég finn ekki eistan mitt. Sæktu börunar. En það hefur áhært að sjá hvort hann væri ennþá með ankle bracelet monitorin. Já, hann lítur með að taka hann af sér og hann þarf að berjast. Já, það mitt. Það er fyndið að hann væri bara með monitorin á sér. Já, bara hendi high kick og bara Já, hann þarf að losa hann af bara svona dómarinn eitthvað svona, sem klippaði nöglunar. Já, taka að breyslið. Það geta ekki. Já, ég geta það ekki. Eitthvað governor með svona gamaldags lykil sem hann losar það af honum. Já, þetta var alveg skemmtilegt. Svo var nú eitthvað eitt og annað þarna en ekkert skiptir ómiklu máli nema Tatiana Suárez sigraði Amanda Lemos. Já, heyrðu, það voru einhverjir skipta skoðanir þetta. Já. Það voru einhverjir skipta skoðanir, sko. Var það robbery? Ég vil ekki, ég náttúrulega sá þetta ekki, sko. Ég setti pening á Amanda Lemos, sko. Ég gerði líka. Já, ég sá einhvern svona bettingaur á Instagram vera svona að bíða eftir, þú veist, að þetta færi hennar horn. Já. Og
svo fór það í hitt hóðni og hann var alveg brjálæðir sko. Já, þessi bettingar eru oft svolítið brjálæðir. Þannig að þú veist, kannski var þetta ekki svo umdeilt en allan, það var allan einhver sem vildi meina að Amanda Lemos að þetta vinna þetta sko. Okay. Og ég sá líka einhverja klippur þar sem hún var eitthvað ofan að negla hana með einhver ground and pound sko. Það sem að Amanda Lemos ofan á? Já. Ok, ef að finna skórkansin eldsnögt 10-9, 10-9, 9-10 allir dómar að sammála 2 lótur á Suárez. Já, fyrstu 2 Suárez síðustu lótuna á Lemos. Lemos er bara enda mjög sterkt greinilega. Já. Og oft hefur menn konur enda sterkt þá svona þá hallast menn að þeim. Já, 100%. En þetta var svona kannski það sem maður gæti alveg oft múna á en mér að Tatiana Suárez þetta er svo huge favorite fyrir hann bara það sko. Já, alveg huge. Ég fekk 4,4 held ég á Amanda Lemos. Já, en þetta er líka þess að hún er alveg með tanki að vinna fyrstu lótu en svo þarftu eiginlega að snúma barndónum við miðja aðra lótu og passa að hún sé búin að eyða nógu mikil orku til þess að getur bara písað hann upp í þriðju en maður er samt eiginlega að stila aðra lótu. Ég held að Amanda Lemos væri bara á rönni að titlinum sko. Já, og veist maður ekki nálega, hún fór alveg upp í 5. sæti tíma sko. Þannig að það var ekki tekið af henni. Herri, við kannski bara kveðjum síðan núti og þetta geggjaða kvöld. Þetta var mjög skemmtilegt. Ég mæli með að menn horfa á replayið og tjekkja á þessu. Já, sérstaklega bara main eventið þó það kláraði þessi annar lótu. Já. Þú veist, þetta var skemmtilegt og bara þegar Gene Silva dettur í flowið sitt í annar lótu, þú veist, það var geggjað. Já, geðvegt. Og bara, hann bara misti aðeins kúlið sitt. Já. Fór á eldan og got caught. Einmitt. Kemur fyrir bestu menn. Já, ég held að hann sé mjög svektur. Já. Af því að hann veit að hann klúðraði þessu. Já. Ég held að hann viti það mjög mikið hvað hann klúðraði. Og hann veit að hann er betur, hann á að geta unnið hennan gæja í fætt, sko. En hann hefur bara ekki sýnt það. Og ég ætla ekki að segja að hann hafi eitthvað endilega átt að vinna þetta, en þú veist, ég spáði fyrir því, en eina ástæða fyrir því að hann lendur í gólfinu og þetta er ekki hans bardagi, er að hann klúðrar málum. Já, það er galið. Þannig að það fara í þessi spinningárisir, það er galið að óböggstenda svona mikið í hægri hendina og basically bara detta í gólfið. Hann er aðeins svo mikið svona showman, hann vill gera eitthvað svona show fyrir krátið og svona, þú veist, hann er aðeins ofpeppast, missi sig. Einmitt, en það er með það sem að Volkanovski gerði, hann bara held bara fjarlæðinni, var bara cool, kalkjuleitið, bóksaði hann bara. Þetta var ekki einfalt. Herri, þátturinn er sjálfsögðu bóði Unbroken Real Time Recovery frjálst fljótandi aminosýru unnum norskulum laxi. Þetta er mjög gott fyrir þá sem vilja fá bara klukkutíma meira recovery úr deginu sínum. Þannig að þetta er mjög gott fyrir þá sem að æfa kannski 2 á dag. Eða það er bara í kampi og svona. Eða vantar bara steinumni, sterkara ónæmiskerfi. Og hámarkaði svo árangurinn með og veljaðar með yngling fæðibótavörum, síleditt náttúrulega styribústurar og sveppablöndur. Varamánaðarins er kraftur, held ég alveg pottitt. Betri svepp, minni heilaþoka, sterkara ónæmiskerfi og betri veljaðan. Þú fær 15% afslátt með afsláttukóðan 15 lotan og það á líka bráðum við Unbroken. Það er sem að 15 lotan er alveg að fá afsláttukóða hjá Unbroken. Þannig að ódýrasta leiðin til að fá sér Unbroken verður þá í gegnum 15 lotuna. Þess móti gaman að skita. Herru, haustbikarmótið. Já, og ekki að klára uppgjör áður en fyrir mig upphitin. Það var Crawford. Já, Terence Crawford móti Canelo Alvarez. Já. Sko. Já. Mér fannst þetta, sko, ég er ekki búinn að horfa á allan báðan. Ég var að reyna að horfa á hann fyrir þáttinn, sko. Ég náði að klára 8 lótur. Já. Og svo sprakk þetta vist út í 9. lótu. 9. lótan var svona skemmtilegasta lótan. Svona ef þú hefur séð highlights, þá var það líklegast úr 9. lótu. Jú. Mér fannst það algjör snúsfest mér fannst það algjör snúsfest verði eiginlega bara að viðurkenna þú veist, þetta er þú veist, boxbardagar nú ætla ég að koma með hot take þeir eru of langir 12 lótur er allt of mikið af því að þú veist, fyrstu lóturnar þú veist, eins og í þessum bardaga fyrstu 4 lóturnar eru bara svona rólega lótur sem að Terence Crawford vinnur allar með bara eitthvað svona aðeins meira þú veist, ég skil ekki alveg gameplani hjá Canelo að leyfa honum einhvern veginn þú veist, mér fannst Canelo leyfa honum að vinna fyrstu 4 og þá ertu bara búin að vinna svo stórum part af partaðan og þú veist út af boxpartar eru 12 lótur þá fáum við svona rosalega rólegar fyrstu lótur sem telja alveg af mikið og fattar við hinna lótunar
Þannig, ég veit það ekki. Ég meira hrifinn á olimpísku boxi, það sem þetta bara action-packed 3 lótur, fattar þú? Já. Eða þú veist, þá finnst mér það svona bardaðir eða vera bara 8 lótur. Mér finnst 12 lótur bara allt og mikið. Þetta allt og mikið og gæði bardaðans væri meiri, held ég, ef þetta væri færri lótur. Ef þetta væri færri lótur? Já. En það samt eitthvað svona, það eitthvað svona perraskapur í mönnum að vilja hafa þetta, 12 lótur. Það var alltaf 15 lótur einhvern veginn galda. Já, það var líka bara unlimited lótur einhvern veginn galda. Já, eitthvað lengst í boxbardaði var bara eitthvað 3 klukkustunda eitthvað. Já, þú veist ég alveg hvernig það hægt, sko. Ég segi bara haldið ykkur 8 lótur eitthvað og bara reynið bara að hafa þetta spennandi frá fyrstu lótu í staðinn fyrir einhverjar 4-5 lótur sem að menn eru bara eitthvað að kósta og reyna, þú veist eins og þú talaðir þegar við hittumst á hana, það var bara, þetta svolítið skák. Já. En getum við ekki bara, þú veist, haft þetta spennandi frá byrjun? Já. Þú veist, ég nenni þess ekki einhverja 5 lótur sem ekkert gerist í. Já. Og svo einhvern veginn gerist allt í síðustu 3 lótunum með eitthvað. Þú veist, verður loksins eitthvað alvöru fætt, fattar þú? En svo það bara, sem hún vinnir alltaf þá 3 lótur, fattar þú? En þá bara, þú veist, þá gilda hina lóturna sem menn voru að kosta, bara alveg mikið á þessar lótur. Jú. Þannig að ég veit ekki, mér finnst að boxbardagar ætti að vera, ég held að það væri skemmtilega allan ef það væri færri lótur. Já. Sko, núna erum við alltaf aðalega svona MMA-dúdar, sko. En það alveg munur að sjá, þú veist, amateur MMA versus professional MMA. En, það... En MMA-bardagar er alltaf bara spennandi frá fyrstu lótu og það bara, þú veist... Já, mér fannst allir MMA-bardagar á UFC-kvöldinu skemmtilegir en þessi boxbardagar. Já. Verði ég að segja. Mér finnst mjög greinlegt að Canelo er komin á svona síðar hlutan. Þú veist, þetta er ekki sami Canelo og var alltaf, skilu. Hann er svona yngri en Crawford, sko. Já, ég held að er ekki bara mileage. Já, er ekki bara, maður segja, já, hann 34 versus 37 fights, hann 66 fights versus 41 fight. Það er mileage á hann. Það er mileage, sko. Þannig maður svona, já, og hann sagði sjálfur eftir þetta eitthvað svona, ég á þeim stað í ferlinum og ég geti bara að fara að berjast við Jake Paul. Og það var svona, ok, þú ert í ykkur þunglindskast eftir þetta. En það bara tapar öllum titlum sínum á einu bandi, sko. Já, ég veit ekki, mér fannst engin dundur skemmtun, sko. En, já, ég er svona samanlega þeirra, en mér fannst þetta Better Bivol mútið Bivol, það var geggjaði boxvarði. Þú veist, það var action, en þetta var svo mikil skák og þetta var svo taktíst og þetta var svo mikil bara svona að spila counterpunches leikinn og einhvern veginn svona eldri, hægari Canelo yngri, hægari Canelo með meira mileage, var einhvern veginn bara svona að labba áfram, vera svona mexikóskur pressuboxari, sko. Og Crawford, mér finnst bara að því að Crawford vinnu hvað, svona fyrstu 4-5 lóturnar. Allan fyrstu 4. Já, frekar samfærandi og hann var svona eitthvað, þetta kannski bara svolítið búið þarna? Svolítið eins og þú veist að segja, skilur? Það var erfitt að koma tilbaka. Já, þú veist, þú tapar fyrstu 4 lótunum, þarf bara að vinna 6 fyrir jafntefli. Þannig að ef þú tapar fyrstu 4 lótunum, ákveður svona krúsi, þá maður bara svona, ok, nú er þetta bara svolítið búið, skilur. Já, líka bara hvernig, þú veist, ég skil ekki alveg gameplanið á Canelo, hann er bara eitthvað svona, þú veist, að pressa á honum, hann er lappinn í færi til hans, en hann er ekki að jabba sig inn. Hann er bara svona lappinn með gardið sitt og Crawford er að ná svona að jabba hann inn á milli, jab og hér og eitthvað svona bam. Þannig að þú veist, það er enginn að meiða neitt í 4 lótur. Crawford er bara að vinna allar þessar lótur út af því að Canelo er bara lapp inn með gardið uppi einhvern veginn og hann er ekkert að jabba sig í færi og skora einhver smá stig hér og þar. Það er ekki fyrir einhverju 5. lótu sem að loksins Canelo lendir einu höggi og þá er þetta geggja högg, sko. En þú veist, hann þurfti bara að gera miklu meira, miklu fyrr. Það taka einhverja þessum lótum til að ég sensi þetta. Já. Breytir þetta hvað fólk mun hugsa þegar segja Canelo hands eða upp með gardið frekar en en svo er hann náttúrulega, þú veist, maður er náttúrulega, þú veist, svo er hann geggjaður þegar hann, en hann er kannski of mikið að treysta á það í bardögunum sínum að, þú veist, hann muni geta, þú veist, unnið sér alltaf nær og svo faraði hann lóta með þungu hendurnar sínar og eitthvað, en þú veist, það er kannski bara ekkert hægt að móti gaur eins og Terence Crawford. Þú veist, hann getur kannski farið í gegnum 90% af boxarum með þetta, en einhvern veginn mér fannst á engum tímapunkti fannst mér stefna í það að Canelo geti unnið þennan bardaga. Nei, ég er sammála. Og það voru ógeðslega margir sem voru bara Crawford rústaði honum, hann bara púra á hann að klinik og eitthvað. Colli var ekki alveg sammála því. Colli sagði að þetta er miklu jafnara heldur en að fólk er að segja og eitthvað þeir sem segja hann hafi bara rústað honum þeir vita ekkert hvað er að tala um. Þannig að svona,
Já, veist, ég veit ekkert hvað ég er að tala um, veist, með að við kolla. Já, við hefðum átt að fá kolla bara til að koma með sitt take. Við hefðum kannski að gera það, sko. En þú veist, svo er bara, þú veist, Teddy Atlas að segja bara hvað Crawford var geggjaður, hann bara gjörsamlega skólaðan og eitthvað, þú veist, þannig svo Colli segir að Teddy Atlas er bara biased og eitthvað. Hvor veit meira box, Teddy Atlas eða Colli? Spurning. Ég held að eini maðurinn sem getur dæmt það væri Daði Ástþórsson í Reykjanesbæ vs. Eslas HF sem er alltaf bara eitt klárist maður á Íslandi eða í Evrópu sérstaklega kemur að bóksi við erum alveg þurft að fá hans take á það við spyrjum hann á byggamóndinu þannig að ég held að hann sé maður til að skera hvað var eiginlega í gangi í þessum fætt en ég horfði á fyrstu 8 lútunar og ég er svona, já, ég er alveg til að taka pása þessi ég er ekki svona þetta var pínu snúsfest en þetta sprakk upp í seinni lútunum þegar, þú veist, Canelo er bara herri, ég þarf að róta og þá náttúrulega opnaði hann sig og þú veist, Crawford er bara, hei, hvað ef ég róta það verður menn, og þá verður þetta skemmtilegt, skilur en ég veit ekki, það er bara svona þá er samt eiginlega bara niðurstaðan í sem bardaða ráðin, skilur þú veist, Crawford hefði bara geta haldið áfram að spila svona leik og bara eitthvað veistu hvað ég lendi í? Nei, ég veit ekki hvað lendi í ég var þarna í sumbústað það hefur komið fram og ég var búinn að passa að við værum með Netflix og vorum með Netflix og svona Apple TV og ég er bara búinn að vera, þú veist, að fylgjast með hvað er í gangi, þú veist, hvað bara það er inn Tapology og eitthvað svona og svo er þetta bara að fara að byrja, ég ætla bara að kveika Netflix og eitthvað, þú veist, klukkan er orðin eitthvað 3:30 nóttina eitthvað, þú veist, ég er búinn að vaka, þú veist, ég er náttúrulega bara að jamma og eitthvað, en svo búinn að vaka og vera með þetta í huga, frekar lengi, svo bara íti á play, þá bara this device does not support live streaming, you can live stream on most recent devices, og ég bara, ég get ekki hort á það, út af að ég er með eitthvað gamalt Apple TV og bara Netflix live stream er ekki gegnum gamalt Apple TV. Varstu bara með eitthvað gamalt rótið epli með ormi? Já, þú veist, bara fínast að Apple TV bara rosa flott og við gátum hórt á Truman Show og alls konar dóta á Netflix. Truman Show? Við horfum á Truman Show. En já, þannig að ég þurfti bara eitthvað, fylgjast með Tapology og eitthvað. Ég var alltaf búinn að setja alveg 200 eurur á Crawford og get spennt fyrir að horfa á það, sko. Já, var hann ekki underdog? Já, hann var underdog, svo ég fekk 2,3 fyrir hann, sko. Já, ég sá eftir að hafa ekki tippað á það. Já, ég sá eftir að hafa ekki sett bara allt sem átt að kúlbreyta reikningum mínum, sko. All in. Já. Það er svo góð tilfinning. En það var ég ekki bara að fara að grenja að ég tapaði, sko. Já, sjálfsög, en það er ekki svo góð tilfinning. En þú veist, ertu ekki með svona gráturkotta upp í rúmið þegar þú tapar bettin? Það getur svona dott upp í rúm og svona ég læra þessu. Já, það getur að veisla. En ég hef svona ekkert mikið til að fjölyrða þennan bardaga. Bara til hamingju Crawford við að vera meistari í 3 þyngdarflokkum. Já, fyrsti kallkyns boksari til þess að vera meistari í 3 þyngdarflokkum í þessu 4 belta erra sem við erum staddir í. Nú kemur svona trivia spurning úr sal. Hvað heitir kvenkynsboksarinn sem er champ í 3 þyngdarflokkum? Kate Taylor. Það er að sjálfsögðu Clarissa Shields. Clarissa Shields, já. Það er sjálfsögðu. Tekin og Jedin. Já, ég veit ekki neitt. Nei, þú veist ekki neitt? Ég veit ekki neitt. Talað boks, hvað boksið? Já. Ricky Hatton. Já, hann er látin. Hann er látin. Manchester City maðurinn og boksarinn. Já, hann er City styrnismæður. Það var svona mínútu þögn og mynd af Ricky Hatton þegar í derbíinu. Já. Pep Guardiola með tárin í augunum. Allt til tjaldað. Ég var að heyra hann að tekið sér til líf, sko. Já, ég ætti eftir að... Það er ekki búið að, sko, break the news það, sko, en það er einhverjir sem eru að segja það. Hann er búinn að vera, búinn að vera að eiga við eitthvað svona þunglindi og eitthvað. Já, það væri, ekki ólíklegt. Hatton was found dead in his home in Hyde, Tameside, Sunday morning. Since new former pugilist had been publicly honored to many of his home country of England and beyond. Blah, 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 blah. Ja, blah, 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 blah. Ég ætla að reyna að sjá hvernig suspicious circumstances. Já, allavega einhverju að tala að hann hafi mögulega fram í sjálfsmálum og það er ekki búið að staðfesta það allavega. Nei, hann er allavega látin, 46 ára gamall. Já. Rest in peace, Ricky Hatton. Já. The Hitman Ricky Hatton. Einmitt. Já, sko, According to Greater Manchester
police suspicious circumstances in a gæsalappa are not suspected to have played a role in Hatton's death. Þannig að þetta nú alveg mjög óstaðfest. En já, en það segir lögreglan þarna. En þú veist, myndi lögreglan segja að sjálfsvíg væri suspicious circumstances? Ég veit það ekki. Já, við bara sjáum til. Þeir hljóta tilkynna þetta. Já, ekki að skipta öllu. Nei, það skiptir vissulega ekki öllu. Nei. Herru, áður en við kveðum bóksið, þá kannski gott að fara að yfir nefnilegamótið. Ef að þetta ógeðslega margir barndagana. Fuck góð fight, sko. Ég get ekki beðið eftir Armandas á móti Gabriel Marino og svo náttúrulega Viktor Soga á móti Noel. Sérstaklega eftir að tala um Nick og Nick bara tala um Viktor sé að hafa átt bestu framistu ógeðslega sterkan og vinn einhverja landsmeistara og bara segir að Viktor sé bara upp 2 level. Núna þetta er þessi nýr Viktor sem við erum að horfa á hérna. Já, það verður eitthvað. Það veist. Herru, ég ætla bara að renna yfir listan þannig að fólk viti hvaða viðuregnir muni eiga sér stað á öðrum degi bikarmóts HNÍ næstkomandi helgi sem að verður húsið kynum Vaffi C. Húsið opnar 12, fyrstu bardagi byrjar 1. Þannig að en áður nýgir það ætlum minna á þáttinu bóði M-Fitness, íþróttafatnaður, lóð og jógavörur, stórhæða 15 og Tryggvabraut Akureyri. Það eru nýjar vörur í hverjum mánuði, svo alltaf fínt að bíða eftir netútsölunni. Það getur verið alltaf 80% afsláttur á góðum dögum. Svo það Prepparinn Makkarsbar, auðvitað leiðin til að borða holt. Prepparinn á Suðurlandsbraut og Orkunni Vesturlandsvegi. Ég mæli með ítölsku skálinni. Það skálinn sem ég reyni að tyggja ofan í bygga í hverju einustu viku. En maðurinn tregur. Fekk mér sinnepsögu síðast. Já, að sjálfsögðu. Í gær eða fyrir dag. Færðu aldrei nóg af þessar sinnepsögu? Nei, ég fíla hana, sko. Stundum fæ ég með Mexíkóska vegi, stundum fæ ég með ítalska vegi. Stundum fæ ég með Argentínu vegi. Já, það er ég svitsis upp, sko. En ég alltaf í veginum, sko. Já. Það er a good food delivery system. Herru, fyrir rennum að segja viðregunar. Já. Herru, þetta bara, ég nenni ekki að lesa kílóin, en við byrjum, ég tek í röð. Ok. Tek í röð, það er að skóla niður. Já. Langt niður. Það er Artem Tishkin á móti Sölvara Tómasinni. Svo kemur Artem Gorshenin á móti Sigurbergi Einar eða Sibba. Þar eftir er Ísak Logi Víver frá HFR á móti Arnar Geir frá Þór. Þetta er rematch síðan úr helgina á undan. En svo kemur Krishnu Karikovski frá HFK á móti Volodymyr Moskvichov frá nefnilegafélagi Akranesar. Þetta er líka rematch frá fyrir deginum. Þar á eftir kemur Kristján Edvardsson á móti Sindra Þór Einarsinni sem getur orðið mjög skemmtileg viðureign. Þar á eftir kemur Jæja Kashali á móti Braga Freyr Eiríkssoni frá nefnilegafélagi Þórs. Og svo er það Sölvi Steinn Hafþórsson á móti Mihail Fedorets sem er mjög spennandi viðureign. Mihail er alltaf nýkomin að auðvitað. Var þetta ekki í Litáen þetta mót sem þeir börðist á? Það var í Lettlandi. Já. Alright. Svo er það Carles Belunger Cortina móti Seymar Omar. Þetta er líka rematch. Þetta var geggjaða fætt síðast. Það var ógeðslega skemmtileg fætt. Svo er það fættin sem að menn eru mjög spenntið fyrir. Noel Freyr Ragnarsson á móti Viktor Soga. Já, þetta verður banger. Þetta verður banger. Oj, hvað er spenntið fyrir. Já. Ég er svo spenntur að sjá Viktor Soga einmitt eins og að segja þegar Nikita Ibote sagði bara, herðu, Viktor Soga er bara á okkur next level. Þannig að ég bara, já, þetta verður eitthvað. Herru, Jón Ólafur Haraldsson frá Þór mætir Símon Kristjánsinni frá HFK. Svo er það Gauti Már frá HFR mætir Óskari Senchiane Garcia frá Bóðardýr. Ég þekki Óskar ekki neitt. En Gauti Már, smá redemption story, hefði getað staðið sér betur í Keflavíkinni. Og þetta kemur hann bara og stiplar sig almennilega inn í þetta mót. Sama að segja Alex Orra Ívarsson frá nefnilegafélagi Reykjavíkur sem að mæti Dag Hringsinni frá Bóðardýr. En Alex, já, á pottet meir til hann að sýndi í síðasta viðureigninni sinni. Hörru, svo er það Alvaro Herrero López sem er bardagamaður í húð og hár gegn Bjarna Ottósinni sem var blueboxari kvöldsins. Fekk 100 skall í cash fyrir sína framistöðu síðast. Það verður mjög spennandi. Svo er það eins og Biggi var að tala um Armandas Sangavicius frá nefnilegafélagi Kópavogs og móti Gabriel Marino frá Bóðardýr. Gabriel Marino er líka nýkominn frá Lettlandi. Og svo endum við daginn á The Heavyweights Ágúst Davíðsson á móti Sigurjón Guðnarsinni frá Bóðardýr. Þetta er svona uppröðunin. Ég er ekki viss að menn þekki öll nöfnin.
en svona það. Já, mikið skemmtilegum. Já, Sigurjón leit ógeðslega vel út hérna gegn Ágústi í Keflavík. Ágúst náttúrulega gasaði út snemma sko. Þannig að ég vona að Ágúst sé búin að vera svolítið á hlaupabrettinu aðeins að vinna upp kardióið og á assaultbækinu og svona og bara eigi meira inni heldur en einu lóti. Já. Því að Ágúst náttúrulega ógeðslega game og ég held að ef Ágúst myndi tapa þessari viðureign gegn Sigurjóni þá myndi hann samt mæta og berjast hann aftur á þriðjudegi þó hann væri búin að tapa mótaröðinni. Þó hann þarf að keyra frá Akureyri. Þá myndi hann taka kæristuna sína, hann Elmar, með og bara, hei, við erum að fara suður. Það finnst mér líkilegt. Þannig að ég vona mér innilega að Ágúst, ekki það ég hafa eitthvað mótið Sigurjóni, en það var mjög skemmtilegt fyrir mótið ef að Ágúst myndi fá smá redemption og þeir myndi eiga svona hreina úrslita viðureign á þriðja degi. Það væri geggjað. Ég vona allir sem eru í 3 bardaga viðureignum vinna einn og tapa einum og við fáum úrslita. Já, það er betra og öflugur að teika. Gabriel Marino á móti Armandas. Ég er ekki eðlilega peppaður. Þetta verður fætt sko. Þetta verður fucking fætt sko. Bara allt, sko, ef Gabriel Marino er í fætt, það er þetta fucking fætt. Hann mætir hann í einhverjum ljósbláum, velgirtum sokkum og bara lætur svo högginn tala. Og Dynja. Þú náttúrulega þekkir Armandas. Ég sparaði báða þessar stráka sko. Það er svolítið meira af Armandas náttúrulega. En það er bara ömurlegt að standa fyrir fram báða þessar stráka sko. Og þú veist, þeir kýla báðar rosalega fast. Og sko, eins og segir, Gabriel Marino, hann bara svona, þú veist, hann hjóla bara í menn. Og hann gefur allt í þetta. Ég held að Armandas þurfi svolítið svona, ég held að fyrsta lotan verði svolítið svona weathera storminn. En Armandas er náttúrulega mjög tæknilegur, rosalega góður boksari sko. Þannig að bara, þú veist, ég vona bara að hann nái svolítið að standa af sér svona fyrstu sóknirnar hans Gabriel Marino, af því ég veit að það á eftir að vera eitthvað heavy shit sko. Þannig að eftir að koma alveg út guns blazing bara eins og við vitum hann gerir alltaf sko. Og það verður bara, veist, þetta á eftir að vera svakalega gott test fyrir Armandas. Armandas hefur náttúrulega fengið fullt af góðum testum og sýnt að hann er ógeðslega góður sko. En ég myndi segja að þetta væri örugglega erfiðasti bardaginn hans sem hann er að fara í. Hann mætti Elmari líka, það var erfiður bardagi. En þetta verður fætt sko, og þetta er ekkert eitthvað gefins fyrir Gabriel Marino og þó við sem vorum mikið að upplifa hann hérna. Þá er Armandas bara stórhættulegur. Hann er aðeins yngri náttúrulega. En svo sem ekkert reynslu minni samt, þó hann sé aðeins yngri. Nei. Þannig þetta er bara, ég get ekki beðið eftir þessum sko. Nei. Ég er sammála. Sama er eiginlega á móti sko, ef við tölum Alvaro Herrendero og López á móti Bjarna Ottósinni, þetta er rematch-bardagi. Og þetta var mjög spennandi síðast. Bjarni Ottósson er ógeðslega skemmtilegur boksari. Ég var mjög hrifinn á honum þegar ég saman boksa í Keflavík. Og þú veist, ef hann kemur með sama performance núna þá held ég að þetta muni trilla salinn mjög innilega. Þannig það er spennt að sjá sko. Já, það var eitthvað sögursæðan flakki að Bjarni Óttarsson hafði ekki barist í 10 ár. Já. En það voru vist bara 6 ár. Já, þetta voru bara legar frá þér. Já, sem að ég náttúrulega apaði upp eftir matsmeikundum á mótinu og hann sagði bara, já, Bjarni Óttarsson hefur nú ekki barist í 10 ár og ég svona, ok, það er svaka skúr. Vá, það er fyrirsögn. Já, nákvæmlega, sérstaklega ef hann kemur svo tilbaka og það er bara blueboxarinn. En var það ekki Elmar Gauti sem að sendi MMA-fréttum skilaboð og sagði hey, shut your muggle mouth. Já, fengum einhverja mynd senda honum á Arnór eða ekki? Já. Það var bara fyrir 6 árum. Já, svo spurði ég Arnór, hann bara, já. Ég var búin að segja að þið var Arnór svona 20 sinnum, bara, já, Bjarni hefur nú ekki bara 10 ár og hann bara, já. Það er enginn að leiðrétta mig. Fyrir ég bara einhvern veginn búinn að segja þetta og skrifa þetta og eitthvað, þá kemur fólk eitthvað. Leið og blaðið kemur úr prentun. Já, einmitt, bara diskotir við fullt af fólki, með þess að gæja sem að barðist við. Já. Og maður fær engin feedback hérna. Ég bílast sko. Já, svona lífið. Alex Orri, já, ég þekki Dag Inga Hringsson segi ekki mikið, en ég er mjög spenntur að sjá Alex Orri, ég vil fá meira frá hann. Alex Orri? Já, ég vil fá meira output. Hann var sjáanlega mjög ósáttur með sína framstöðu síðast. Mættir hringinn, þú veist, ekki vera ofrættur að láta slafið skilur, þú bara, þú veist knock it up a notch, þú veist, láta hendina flæða. Ég veit ekkert hvað strákar þetta eru sko. Nei. Þannig að þetta verður bara surprise fyrir mig sko. Já, eðlilega.
ég ætla ekki að fara yfir alla barndanum en veist, við erum alltaf búin að vera sko, kömma yfir sko, Nóel Freyr og Viktor Sóga vinsahægri sko. Þú veist, ef þetta væri ekki sko, þyngdaskipt væri þetta ekki main event of the evening Jó, ég held að ég myndi setja þennan bara það sem þegar svona ef við horfum á bara öll nöfnin þarna þá þetta svona 2 nöfnin sem ég myndi helst halda eigi eftir að vera atvinnumenn Já, 100% ég er bara samanlega ég held að ég geti báðið farið í atvinnumennskuna náttúrulega Nóel Freyr æfir hrikalega mikið með henni Eriku Nótt og þau hafa verið svona samstíga og Erika Nótt er svona að daðra við atvinnumennskuna mikið úti og svona Nóel Freyr er kannski ekki jafn mikið á TikTok og Instagram þannig hann er alveg jafn mikið í gyminu en hann er alveg jafn mikið í gyminu þannig að ef þetta er bara sko hnefatal sem skiptir máli þá fer hann líka í atvinnumennskuna en það er spurning hvað gerist en hann er alveg jafn mikið í gyminu og er alveg þú veist er alveg jafn sko. klálega eitt besti bóksar á Londonu þeir báðir eru í þeim flokki sko. 100% þannig svona þeir eru eiginlega sem í bara þú veist þeir eru eiginlega bara svolítið heppnir að hafa hvern annan til að bóksa við af því það er ekki það margir sem geta hangið með þessum tveimur sko. og þeir eru svolítið bara svona þetta er svolítið bara perfect match fyrir hvern annan sko. og þetta eru svona tveikæðar að því að stundum sko keppa menn ekki oft saman og þeir eru svona við erum bara berast oft en einhver berast aftur bara ekki taka þetta mentali við erum bara þú veist bara keep score bara ekki vera vinir og bara sjálfbenni hvern annan maður og bara þú veist þetta er bara svona competition makes you stronger og ef þeir geta bara haldið áfram að boksa á hvern annan bara þú veist verður bara betri þú veist bara keep score og mæti hverjum svo bara aftur það verður svona svo Erika og Hildur skilur og við staðum bara vonið 5-5 og bara hnífja aft og báðar alltaf að vera betri þannig að bara það er the way to go í þessu svo verður ég að segja að ég er mjög ég er líka peppaður svona want to watch ég líka segja Momar á móti Carles Belenguer Cortina Já, mjög erfitt með hana það heita allir svo ruglegum nöfnum í dag en ég þekki hann ekki en ég þekki Sajam Omar og hann heldur segur búin að taka mikið stökk frá mig bara svona núna fight for fight fylgist með honum og bara búin að fullorðnast mikið upp á síðkastið þetta er bara allt annar strákur en það sem hún mann að sjá þegar hann var að stíga sem fyrsta skref og hann er alveg að vaxa sko hann er búin að greinilega búin að æfa mikið bara að þroskast mikið veist ég maður alltaf einn af mínum uppáhaldsþjálfurum með hanska boltanum Arsene Wenger tala alltaf svona unga talented stráka og bara erfitt að segja til skilu hversu gott talent þeir verði í framtíðinni að þú veist ekki hvernig þeir mun þroskast líkamlega þannig að það er alltaf að taka það aðeins inn í reikningin þetta er mjög góða punktur í honum sko maður þarf að taka það inn í reikningin en hann er virkilega búin að vaxa og maður sé bara þroskan í honum og alveg want to watch þegar kemur að hnefalegu þannig að það er gaman að þessum en það er svona mikið meira frá mér sem ég nenni að diskutera hér annars er bara ég ætla svona aðeins að jafnla á þessu bara eftir mót held ég svona það Sölvi Steinn Hafþórs Míel Fætur Rött sko þetta verður bengar líka sko 100% þannig ég er peppa fyrir þessu þannig að við sjáumst bara í VPC það verður að sínt inn á MMA fréttum YouTube-unu þannig að við verðum að streyma þessu það verður lýsing og vonandi viðtal líka ef við höfum mannskapin í það við græmum þetta alls marg við taklum þetta alls saman en það er bara spennandi og gott að blessa Herru, hvað eigum við eftir? Við eigum Heklu Maríu Heklu myndir Herru, ég fór upp í Reykjavík í síðustu viku og tók upp efni fyrir Lenabúrinu tók við tölvi Heklu og Bjarka og það er allir bara frekar peffaði fyrir þessu Halli fyrir meðin út mögulega Aronlegu og þetta er í Preston hún lítur helviti vel út sérstaklega þegar kemur að glímunni hún var nú bara að taka einhverja stráka þarna upp og gessanlega hún bara lítur ótrúlega vel út í glímunni ég glímdi við daginn sko það er djöfusi styrkur í henni hún er ógeðslega sterk þannig að ég bara 100% hún er líka bara mjög vel sko hún var að sparra með einhvern ungan strák sem ég man ekki alveg hvað heitir Logi Anders sem að bara hvað ætla hans í gamall
ekki 18 ára 17 ára í dag, 17 ára þeir voru svolítið að spara og svo fengu hann Óla, Óli Kristinn inn í búrmennin líka sko. Og hún einmitt bara þú veist, hann er alltaf aðeins svona stærri og sterkari og svona en hún var alveg sýndi hvað hún öflug á móti honum líka sko. Hún einmitt bara tók hann niður og gerði alls konar hluti sko. Gerði alls konar hluti við hann? Já, og hún bara leit bara mjög vel út í þessu spari sko. Þannig ég full að trúa hann sko. Hún alltaf leit mjög vel út í síðasta fætt sem var fyrsti fættin hennar og hún hefur bara fundið þennan fætt sjálf. Hún sá bara eitthvað á netinu og bara redda þessu sjálf. Þannig að bara greinilega hungruð í fætt sko. Já, ekki auðvelt að redda sko. Sérstaklega það sem hún bara kom með fjólubláttbeltið ekki? Jú. Og einhver svona glímuvelun hér og þar og svona. Já, hún keppti á ADCC Open bara núna helgina sko og tók silfrið. Já, nákvæmlega. Þannig að svona, þú veist, hún farin að líta svolítið hættilega út á pappírnum sko. Þannig að þá alveg, þú veist, það erfitt að vera svona, að vera með svona á svona gott rekord að reyna að koma sér inn í amansísinu sko, sérstaklega fyrir stelpu. Já. Þannig, en bara frábært að hún fær hennar fætt og við veitum náttúrulega ekkert hinna stelpuna þegar hún bara debjúa. Já. Þannig að þetta bara smá spurningamarki. En hún samt með eitthvað kickbox rekord þessi stelpa. Já. Þannig þetta líklegast striker og það sé bara fínt og bara hekla tekur hennar bara niður og hjakast eitthvað á henni. Sko, samkvæmt Smoothcomp þá hún, ef þetta hún, þá hún 22 ára frá Bretlandi hvítbeltingur með 1 submission win í Nogi Female Intermediate 76 kg. Já, það getur passað. Þannig að það einhver einslaðna sko, en hvítbeltingur með 1 win í glímu. Ég þarf að vera heiðarlegur að segja bara ég held að Hekla sé að fara að gjörsamlega pakka þessari stelpu sko. Ekki nema hún sé bara eitthvað geggjaði strækir. Já. Búin að drela takedown defense ógeðslega vel, þú veist. Við veitum ekki, þetta er bara wildcard, þú veist. Við veitum ekkert þessu stelpu. Nei. Þannig að það verður bara komið í ljós á deginum. Það verður bara komið í ljós á deginum, en ég sko líst rosalega vel á Heklu fyrir hennar bara það. Gæti orðið geggjað. Getur við fundið sko, ef hún með eitthvað kickboxing feril, getur við fundið hann eitthvað? Nei, ég hef ekki fundið allavega, en þau voru bara að tala Hekla og Bjarki og eitthvað. Já. Hún var eitthvað kickbox á baki. Já, ég held að það bara séð á Instagraminnar, þú veist, séð eitthvað svona myndir af einhverjum mótum á okkur. Já, ég skilji, ok. Já, það bara, þú veist, get ready to get wrestle-fucked. Þannig að það er ekki einu leiðin. Já, ég held að. Myndum vanalega sína hana bara í mínigarnum. Ég veit. En það er stórleikur á saman tíma þetta. Ég gerir ráð fyrir þetta að sé í kringum svona 5, 6, 7 liði. Já, örgulega. Það er ekki svona akkurat þessi tími, sko. Það er stórleikur í boltanum, þannig ég held að við fáum aldrei skjáinn, sko. Nei, mitt. Þannig að við getum bara fólk að pay-per-view kostar ekki mikið. Já, bara fylgjast með á Fintulóðinu og Instagraminu og svona. Já, þetta er bara eitthvað svona 10 pund eða eitthvað, þú veist, 1500-20 skall eða eitthvað. Já, eitthvað svo leiðs. Og það er alveg, þess veit ég, og ofta er maður líka svolítið að styrkja við íslenska fætira, sko. Það er auðveldra að fá bardaga fyrir íslenska fætira úti ef fólk eru að kaupa pay-per-view og þeir finna þessi áhugi. Já, þeir sjá náttúrulega bara IP-tölunar, bara hérna eru bara 30 manns frá Íslandi að kaupa hérna. Já, einmitt. Og þá er þið búið eftir að fá fæt og svo framvegis. Þannig sem er reglulega skemmtilegt. Fyrir utan það, er það ekki dagskoðan nokkur svolítið búinn? Jú, eiginlega. Og ég ætla bara að segja að Hekla sko er stefna hann að fæt og eitthvað og svo er hann að stefna eftir þetta á Evrópumeistaramóti. Í MA. Já. Man ekki hvort það sé ekki bara í október eða eitthvað. Jú, er ekki Euros. Það sé einhvern tíma bráðum. Já, ég held að. Þannig að ekki eitthvað maður svona með auga á því fyrir einhverja nokkra. Fyrir Hákon, mögulega Jonna, Heklu. Já. Þú veist, það er eitthvað þannig. Það var skráða á fokkin nefn, því að þetta er besta leiðin til að fá reynslu. En við ætlum aðeins að renna við fréttir. Já. Ef að netið mitt getur lótast almennilega, það verður það vel... Ég er með bardagafréttir. Þú með bardagafréttir? Það er Lukas Serranja frá Mjölni. Hann er að fara að berjast á FNC á móti gaur sem heitir Mursek. Þetta eru 2 familiar faces fyrir aðdáendur FNC hann út í Króatíu. Gash Mursek, hann er 2-1 og Luka okkar er 1-2.
Þannig að þetta eru gaurar sem eru báður að leiðin í sinn 4. prófætt og þeir mætast þarna 4. október á laugardegi í Króatíu alltaf. All right. Já, in Maribor. Maribor í Króatíu? Í Tékklandi, Maribor. Já. Ætlaðu ekki Mjölnir að senda fleiri stráka? Sko, þeir eru bara alltaf að leita fæts fyrir strákana sína, náttúrulega. Já. En þetta er í Slóveníu. Slóveníu? Já, Maribor, Slóvenía. Second largest city þar, já. Já, áhugavert. Ég held að ég hef aldrei komið til Slóveníu, ég held að ég hef komið til Slóvakíu. Ég hef keyrt í gegnum alla Slóveníu og leið minni til Tékklands, minnum mig. Keyrði ég frá Austurríki til Tékklands í gegnum Slóveníu. Nei, ég var að keyra til Ungverjalands. Hvert var ég að keyra? Nei! Ég var að keyra til Króatíu. Ég var að fara á landsleikinn Ísland á móti Króatíu 2014 í undankeppni HM. Já. Þá keyrði ég gegnum Slóveníu. Já. Mér er mjög áhugavert að alla bensinstöðvar í Slóveníu heita hip-hop. Það er mjög áhugavert. Það er bara 20 lítra hip-hop í dag. Það er mjög gott. Herri, en ég ætla aðeins að minnast á hérna að það alltaf fóru fullt af Íslendingum á ADCC Open og Trials. Já. Síðustu helgi. Við vorum að raka inn. Já. Við fórum að segja þetta í síðustu helgi. Úrslitin? Já, með krumma hérna. Já, jú. Ég er að slá saman helgum. Já, sorry. En við náttúrulega byrtum góða greinum þetta bara núna nýlega. En, byrju, nefnilega móti í Lettlandi. Það var líka helgina þar á undan og við vorum með Nick hérna live í þættinum í 3 klukkutíma langi þátturinn. Við vorum allir hérna bara... Þess vegna manni ég get þessu. Já, við settum met. Já. Það lengsti þáttur. Klikka allt maður, duttum úr live og eitthvað. Já. Ég er í ruglunni. Óleita konuna Skarps bara samdrættir og eitthvað og Garpur svara ekki símanum. Greið óleita konuna Skarps. Ég finn svo til með henni. Hún var bara á steiplun. Hún var sko í Blúhöllinni. Á hérna fyrsta byggamótinu greið konan, hún var bara eins og blöðruselur sko. Hún var svo óleið greið svo er Garpur bara hei, ég var í 3 tíma podcasti geggjað Herru, gaman að segja, þá höfum við bara ekkert meira til að tala annað en að Conor McGregor ætla ekki að vera fósiti. Já, ég sem eitt sko Joel Romero. Já, hann var í Bare Knuckle. Bare Knuckle vann vann debutið með KO. Einmitt. Ég er enda ekki búinn að horfa á það sko, ég bara heyra þessu. En hann er 48 ára gamall, en þá bara going strong. Still kicking. Já, vann með KO í annar lótu. Þannig, já, ég held hann sem komin á réttan stað, þannig. Já. En það ekki? Jú, hann er bara í Bare Knuckle. Bare Knuckle með Joel Romero. Til þess að vera kýldur á Wolverine, það er bara stálað inn í. Kýldu hann í kjálskan og það bara bara með berum höndum. Það er geðveikt. Hann á eftir að gera einhverju glóríur hann að maður. Já. Þú veist, ég geti séð hann bara fram með 50 þannig að bara fucking bara brjóta orbital beinin á mönnum og eitthvað. 100%. Já. Alveg 100%. Já, svo var önnum frétt, það var komið ljósa með White House UFC-kartið að þeir ætla að hafa 5.000 áhorfendur. Já, það er ekki mikið. Já. Það er svolítið mikið fyrir Hvítáhúsið. Já, og þeir ætla að hafa weigh-ins fyrir framan Lincoln Memorial. Guðjóðsvart. Þetta verður stemming. Þetta verður fucking stemming. Djúvel er ég spenntur maður. Hverju fá að vera þessi 5.000? Hvað er með þetta kosti? Eða hvaða security check verður tekið á þér? Þetta verður eitthvað svakalegt. Það verður eitthvað mad. Það verður engin að það nema þetta verður eitthvað. Það verður bara einhvern celebrities og eitthvað ógeðslega ríkt fólk. Já. Þetta verður ógeðslega silent. Þetta er svona ríkt fólk sem er ekki komið til að hella í sig og eitthvað. Þetta er eitthvað svona jolly good, svo. Þetta er svona, þú veist líka, maður sé alltaf að finna týpur svona í kringum hringin og svona stóru dóti, sko. Sérstaklega svona þetta koma á Netflix og eitthvað svona, þú veist, sportkvöldi eitthvað. Þú veist, núna, Crawford, Canelo, Jason Statham er fremstur hliðin á Turk. Já, hvað heitir hann? Turkal Shake. Já, Shakin. Sástu samt Dana White yfir Crawford Canelo. Nei. Hann var ekki eins og að horfa.
þú sást bara nú er ég að reyka mig í eitthvað hérna þú sást bara að hann var bara horfandi bara svona beint áfram á meðan að þeir voru svona til hliðar fyrir hann og maður sá bara svitnum hans og hann fannst þetta hundlegrætt þú veist, hann var bara eitthvað okkur var ég að sleppa Jussi Notsi fyrir þetta þú veist, maður sá bara svitnum hans bara hvað hann var ekki að nenni þessu komin 7. lóta ekkert búið að gerast þú veist maður sá alveg fram að hann og hann var ekki skemmt þessu sko. Maður fannst það leðilega fætt það var líka snúsfest sko. Það var ómikið skák Dana White er líka bara svona gauð sem vil bara sjá fólk deyja sko. Hann er bara power slap bara drekja slá bara, hann er bara þar sko. Það er svona pæling sko, þú veist er hann að fara að taka þessu box projecti ég held hann eldi bara peningana sko. Er hann að fara að taka þessu box projecti sem einhverju svona er hann að fara að sleppa þessu power slap dóti Guð, ég vona það maður. Og taka boxi í staðinn. Já, vonandi. En ég held bara að þetta power slap sé alltaf mikið bara money making dæmi til að hann sleppi því, sko. Það að hann sleppi. Já. Já. En já, mér er drullu saman með þetta slepp og þetta er bara, þetta er bara ekki að kjafta það. Þetta er bara ekki að kjafta það. Já, ég er svona samanlegaðis. Herru, þetta er bara kjaftaði, látum það að vera loka orðin, er það ekki sanngjarnt? Jú. Herru, ég er bara að þakka öllum að sjálfsögðu fyrir að hlusta. Sjáumst á vikuleginni. Herru, okkar besti maður Jón er að gera eitthvað comeback hérna. Rennir til Ritte vs. Brendan Allen. Það, in the works. Ég var að sjá að, sko, Rennir til Ritte vs. Paul Costa var in the works. Já. Til þess að hella hann eitthvað kart, eitthvað sem datt út, bara eitthvað, hvort það var 8. október eða eitthvað. Já, maður svo, vs. Rennir til Ritte Er þessi Jón kannski bara einhver prakkar Jón? Er hann Október 8. Rennir til Ritte á móti Allen. Þetta er af UFC Canada. Já. Ég segi þetta er Ritte vs. Hernandez samkvæmt ChatGPT. Já, en þetta er sko af UFC Instagram síðunni. UFC Canada and UFC voru að posta UFC Canada. Er það ekki offisíalega? Er það official að þetta setja Ritter á móti Allen? Já. Ok, það er svo sem alveg fætt, sko. Það er fætt. Hvað hefur gerst? Já, það er góð spurning. Hitt var náttúrulega bara rumors. Herru, hérna... En samkvæmt ChatGPT, sko, þá var þetta Hernandez. En hvort að Hernandez sé eitthvað meiddur, eða? Þá er ég að fara að taka betti, það voru kildur í magan. Þú hefur verið kildur í magan. Herru, hérna... En þetta verður svolítið að vera... legit. Hérna, fyrstu respons. Rennir til Ritte móti Brendan Allen. Brendan Allen. Ég held Brendan Allen. Ég veit ekki. Ég er bara búin að vera vann með þetta Ritter every step of the way, sko. Já. Ég held ég áfram. Mér finnst hann bara svo vandræðalegur strækjar, sko. Já, maður sagði þetta líka um DDP. Ok, Rennir Ritte submission. Nei, ég er bara Brendan Allen er góð wrestler, sko. Ég er ekkert að sjá fyrir mér að Ritter sé eitthvað að fara að taka niður, sko. Ég held að Allen er eftir neðan til að standa með sér og já, kannski eru bara svipaðir standaði. Ég veit það ekki. Þetta er alveg erfið bardaði að spá í, held ég. Ok, sko, Brendan Allen tapaði fyrir næstundum Imhoff og Anthony Hernandez. Tapaði svo verið João Brallo í grappling matchi, Carter Combat 53. Vann sem Marvin Vettori síðast. Já, hann hefur unnið sko Chris Curtis og Marvin Vettori. Sko, ég er að hallast að... Það var góður rönni fyrir það, sko. Ég er að hallast að Rennir til Ritter. Mér finnst eins og þetta gefi klárlega til kynna að hann eigi smá veikleika. Sko, ef þú tapar í grappling gegn João Brallo, sem ég var að segja á hann að vera ekki supergrapplari. Eða sko... Þetta er bara grappling maður. Já, þú veist, ég veit ekki með það. Ég hreinlega veit ekki, mér finnst bara Sigurðarnir Brendan Allen gegn Marvin Vettori og Chris Curtis ekki vega það mikið. Nei, Marvin Vettori washed. Já, Marvin Vettori hefur washed. Og Chris Curtis vinniði split decision og sem ég minnir að Chris Curtis hafi verið alveg brjálaður yfir, sko. Já, einmitt, og hann var ekki sammála því. Svo hann bara tapar hann samfærið með Anthony Hernandez og Imhoff sem eru samt future champions. Rennir til Ritter er samt á sama tíma, þetta er erfiðasti barndaginn sem Rennir til Ritter, veit ekki. Já. Er hann búinn ykkur alveg? Já, er ekki... Kannski Robert Whittaker sé rankaður hara. Já. Mögulega, en... Jú, kannski er þetta Ritter bara það, ég veit ekki. Ég er alltaf að vannmeta hann. Ég er búinn að vannmeta hann í öllum barndagum. Ég er alltaf að spá gegn honum. Já, hann söppaði Gerald Mercier.
sem eina sem hann getur gert að subba fólk hann vann hann í sínum eigin leik subbaði Kevin Holland líka já, subbaði Kevin Holland Gunni gat það ekki nei þannig að þú veist já, ég finn lykt af subbaðina sko já mér veist alveg Brendan Allen oft það kjánalegur ég finn frekar lykt af bara einhvern veginn hann á honum með einhverjum góðum höggum í klinsinu eitthvað frekar heldur hann að já, farið með þetta þangað já, frekar en ég einhvern veginn sé hann ekki alveg fyrir mér eitthvað skjóta takedown og náði á móti Brendan Allen sko. En ég sé fyrir mér Brendan Allen neiðan til að vera standandi og Ritter ná bara svolítið að vera með eitthvað svona dirty boxing og svona óhefbundin stíl sem að næra koma Brendan Allen óvart og já, og hvað, heldur að Ritter keyrði inn í búrið eða upp á búrinu og leiðið í klinsi hann náttúrulega druður stór sko. já, og hann góður að vinna í klinsinu hann mjög góður að vinna í klinsinu, hann með rosalega presence það kemur að því sko. En það er svona first reaction hjá mér já, mitt first reaction mitt þú veist, þegar þú sagði þetta um mig og sagði bara Brendan Allen en ég alltaf að vannmeta Ritter ég geti vel trú að Ritter tækta bara já, ég man að Aron Leo sparraði við Ritter svo hann verið ógeðslega góður já, ég veist vantilega allir UFC er ógeðslega góður já, það var bara ruglgóður einmitt bara, þú veist og greinilega svona vannmetið kannski hvað hann góður sko samkvæmt Aroni sko líka, þú veist, við erum átt að tala um eitthvað svona gaurinn sem kom á öðrum promotions í UFC þeir ekki alveg UFC caliber level en það munur að koma úr One og koma úr PFL þú veist, One bara meira á pari við UFC heldur en þú veist PFL og Bellator og það tótt sko. Þannig að þessir One-gæjar þeir alveg, þú veist, búin að fá góða reynslu One. Já, miklu meira heldur double champ One. Já, double champ One. Það er allt annað heldur en einhverju Aaron Pico Bellator-gæji, þú veist, þó Aaron Pico segja alveg geggjaður og hann hefði mistið sig hana síðast. En þú veist, þá, maður er alltaf svona, þú veist, efins með þessa gauðra sem að koma úr Bellator og PFL, en ég held að gauðrinni sem að koma úr One, sko, það önnur saga. Þú veist, þú þarft aðeins að vinna fyrir hlutunum þar kynnilega. Já. En ef að sko, ok, sem þetta er vinni Brandonarðin, allir sem að vinna Brandonarðin sanna að þeir séu champion level quality. Þá þurfum við vantilega að hætta að vannmeta þetta. En mér finnst pínu að ef að allir vinnur, að þá séum við að slökkva á svona mögulegri svona underdog semi-hype-lest. Ég ætla ekki að segja þessi mikið hype í kringum hann, en það er samt svona margir sem líta á hann sem svona favorable underdog challenge, því hann er einhvern veginn underdog öllum börnum sem tekur, skilju. Hann var 3-7 á móti við Bo Nickal, skilju. Hann er alltaf vannmetinn, sko. Þannig svona, já, það er pæling. Það var gott shoutout hjá honum Jóni, sem að enda vill ekki segja okkur hverja manna hann er. En ég fíla allt svona chat-dót. Já, endilega sendið á okkur skilabóðlisnir. Já. Í gegnum live chatið. Það er úrslega gaman að því. Herri, en þá ætlum við að slá botnin í það í Billy. Yes, sir. Við sjáumst aftur á vikuliðinni. Við sjáumst líka bara í Kópavogi helgina. FPC. Fylgjumst svo með Heklu Maríu í Preston. Og sjáumst svo bara eftir viku. Og þurfum að gera upp hérna við þurfum að hita upp fyrir Carlos Ulberg. Já, á móti Dominic Reyes. Jú, Dominic Reyes. Shit hvað Reyes að fara að taka. Heldur það? Ég held það. Ég er samfærður nú. Já, þetta verður góð fært þarna. Ég held það. Shut up and take my money. Ég er bara hamra Dominic Reyes. Hamra Dominic Reyes. Djöðlega hamra. Herru, takk aðeins fyrir okkur. Við sjáumst aftur á vikuliðinni.